Fréttir hér, það fótbolti á RÚV en það fréttir á Samstöðinni. Það var að koma frétt núna bara fyrir 20 mínútum. Ozzy Osbourne dáinn. Já, ég veit ekki. Ég get ekki tjáð mig það sem fara að gráta. Veist þetta hræðilegt? Ég ofta að sakna Ozzy. En hann var illa farinn, það ekki... Já, hann hafði ekki farið vel með sig. Nei. En hann, það nú ekki meira heldur bara 2 vikur. Hann hélt lokatónleikana sína. Og það sem hann sat. Heima í Birmingham og þar komu fjölmargar hljómsveitir og héldu svona heimkomu og lokatónleika Ozzy. En þetta hefur nú greinilega svona verið ansi stutt. Þetta hefur hann vitað. Hvað var hann gamall? Já, það nú góð spurning. Hvað er hann gamall? Hann það bara á bílaldrinum? Já, ekkert voðalega gamall. Hann yngri að fylga það. Já. Hann láttræður eða klís? Já. Hann fæddur 48. Já. Hann var aldrei við Óla Ragnar. Já, hann ég gamall Davíð Oddssyni. Einmitt. Það var orðið fótalúin. En ég tók eftir þessu því að Ozzy ekki alveg minn maður. Þetta var svona tílir ekki alveg minni æsku. Kannski ég bara að það svo gamall og ég veit ekki alveg hvað það En ég tók eftir því að þegar þessi tónleika voru. Það var svona mikið af vinnum hans á Facebook voru að keppast við að svona tala fallega Ozzy Osbourne og hvað það var glæsilegt þar sem hann sat í þessum ofvaxna stól. Já. Og eins og gerir stundum eins og við fórum saman á Ladda þar sem að salurinn fær að klappa fyrir Ladda. Þá var það fann maður það var svona út allan heim. Fólk svona vildi lýsa yfir ást sinni Ozzy Osbourne. Já. Frumkvöðl, mikill frumkvöðl. Og ef ég má vera með leiðanlega samanburða þá var Oasis með endurkomu konsert eiginlega held ég sömu helgina eða alveg þarna bil hafi neitt enginn að tala um það. Nei, það er færri. Það er náttúrulega kannski keppir enginn við Ozzy Osbourne. Nei, en enginn sem vill einhvern veginn tjá ást sína á Oasis bræðrum. Herðu, við skulum byrja í Gaza. Það ég sagði í gær. Hættum að hlæja núna, sko. Nei, ég sagði í gær að þetta var í stærsta frétt þessar aldar. Þjóðamorðið í Gaza. Já. Þetta hryllingur. Þannig við skulum byrja á því. Þetta voru... Það sko dag eftir dag erum við sett fyrir framan andlitið á okkur. Já. Og þetta hryllingur. Já, ég byrja alla daga á því að opna Instagram og eða samskiptamiðla þar sem að ég fæ svona myndbönd beint í æð og þetta hefur rosalega áhrif á mann, sko. Þú veist, að það líka búið, sko, og ég held að mín kenning svo að þetta með ráðum gert, sko, að því að maður svo dofinn fyrir þessu. Að það sé búið að deyfa mann svona, upp ákveðnu marki allavega. Þetta fólk sem hefur verið að fylgjast með hver mest, kannski. Nei, það ekki stefna Ísraelshers að drepa alla á Gaza? Jú. Ekki endilega þreyta okkur, sko. Það bara að komast upp með það, sko. Já. En það bara eitthvað hvernig umræðan og fréttirnar eru í okkar heimsluta að þessi tilfinning skuli vera eins og að eitthvað svona sem ég held að þetta raunverulegt. Fólk að venjast þessu? Það bara, ég held ekki, sko. Ég held ekki, ég held að það versni bara, sko. Þetta versnar, sko, ég held að maður hefur séð svo margt, svo rosalega ljótt. Og eitthvað svona sem að manni hefði einhvern veginn ekki geta órað fyrir að horfa upp á einhvern veginn í beinni útsendingu bara sko limlestingar og eitthvað svona hrylling og ég held að einhvern veginn að það gerist eitthvað svona það færast einhver mörk ég held að það sé alveg vitamál en svo það leið og maður tekur sér kannski svona smá svona hlé frá þessum fréttaflutningi ef það hægt að þá kannski svona hellist hryllingurinn yfir mann aftur. Ég á því að það séu svo mörg merki eins og við stundum tínu til eins og Belgíu kongur í gær og eitthvað svona það að svona almenningur í okkar heimsluta ekki að þola þetta. Eitt merkjur það að þessi sko menn sem voru alltaf að vaða uppi að tala einhvern veginn að Ísraels hefði rétt að þessu að sömuleyti eru þeir þagnaðir og það bara ekki boðlegt í dag að koma, ég meina það hellinga leiðir sem að lýst yfir stuðningi við þjóðamorðið en maður, þú veist þeir eru ekki aðeins þagnaðir eða? Jú, fyrir ekki mikið fyrir þeirra skonum allavega. Ég verð að viðurkenna mig sjálf með þetta gengur svona í bylgjum, svo núna einhvern veginn upp á bara allar síðustu dögum hafa mér algjörlega blöskrað þetta, sko. Þegar þeir byrjuð að deyja úr hungri
Þau sem eru, að sækja eitthvað súpuglundur sem ekkert og þá eru drepin þar líka, sko. Ég held að sé, það er líka bara því að maður horfir einhvern veginn á sín eigin börn og þú veist, og maður einhvern veginn finnur eitthvað svona samsvörun og hugsa með sér bara, ef að þetta getur komið fyrir þarna, þá getur þetta komið fyrir aftur og þetta geti alveg komið fyrir mín börn og það er einhvern veginn, þegar maður svona staldrar við þær hugsanir, þá verður þetta eiginlega alveg óbærilegt. Það voru mótmæli í dag, en að því þú nefnir þetta, og við erum með fréttum mótmælin, að þú nefnir þetta með börnin og þú ert móðir, þá fannst mér svona fyrst þegar mótmælin voru, þá fannst mér vera mjög áberandi að það var svona konur af foreldrakynnslóðinni sem voru áberandi í mótmælum. Ég veit ekki, er það ennþá þannig að þeim að kjóna? Já, það er svolítið mikið þannig. Það var reyndar einmitt, það var akkurat einn sem hafði orðið á við mig áðan að það væru konur í miklu meirihluta á mótmælunum. Það hefur bara haldist svo litið, þannig ég held að sé bara í takti við það sem er að gerast í öðrum löndum, í Vesturlöndum, að konur einhvern veginn svona beri hitan og þungan að þessum mótmælum og öllum aðgerðum, það er skrítið, ég veit ekki af hverju. Ég held að tengja þess að þú ert að lýsa, þetta er að vera að myrða börnanda og það bara er styttrað í móður eðlið, maður talar þannig, heldur en í okkur kollanum, sko. Það er náttúrulega ala börniðinu, sko, það gerum við ekki. Það er eitthvað og þess að við höfum alltaf fundist þessi mótmælalda einhver leiti, sko, falleg. En svo er það svona eins og það að vera að sletta málningu á ljósmyndarann sem að þessi fréttir Það er formaður blaðamannafélagsins er ekki ánægð með þetta, Helgi Seljan er ekki ánægð með þetta. Þeir eru blaðamenn. Ég er ekkert ánægð með, þetta er ekki ánægð með það sjálfsögur, hann er ekki veit þáttangandi í neinu, allan ekki því sem var að vera að mótmæla. Nei. Þetta er verra en ekki, sko. En ég veit ekki, eina sem að mig langar kannski ekki athugasemd við er þessar svakalegu yfirlýsingar, þessar fyrirsagnir ráðist á ljósmyndara. Það var eitthvað sem sullaði á hann málingu, eitthvað sem er ósáttur við fréttaflutning Morgunblaðsins af þjóðmorðinu hingað til. Kannski manneskja sem hefur fulla ástæði til þess. Þó það sé kannski ekki við þennan tiltekna ljósmyndara sakast og það sé þetta alveg alvarlegt mál að blaðamenn og ljósmyndarar geti ekki stunda sína vinnu. Þá er þetta vatnsleysanleg máling held ég og hann lifir þetta af. Félagi Íslands Palestína sendir frá sér yfirlýsingu þar sem harma þetta, líklega vitandi það að það var á tímabili þar sem að var með glimmerið yfir Bjarna Ben og svo Dilja Mist sagði að það hefði komið snjóbolt í bílinn sinn. Og þá var svona svolítið eins og að mótmælin væru orðin háskaleg og það hefur alltaf verið áróðurinn á móti þetta sé stuðningslið Hamas sem er þarna. Þannig að það er svona ákveðin viðkvæmni í þessu og Ísland Palestína vill einhvern veginn stíga strax fram og segja harmynda og þannig að halda mótmælanum friðsamlegum. Já, og bara til þess að mótmælin einmitt, við töpum ekki fókusnum, við erum að mótmæla þjóðmorði, allt annað einhvern veginn skiptir ekki máli. Talandi ágengt fólk út á götu. Það er frétt frá RÚV, stórhættulegt þegar fólk ætlar að taka lögin í eigin hendur. Þetta er Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, að tala skjöld Íslands sem við fjöllum nú hérna í gær. Og hlýtur að segja sér sjálft, það bara gengur ekki að bara án dóms og laga sé eitthvað sem er að grípa inn í eitthvað. Og þetta verið eitthvað svona rosalega skökk sjálfsmynd á þessum hópi. Hún bendir á þessu viðtalið meðal annars að það er mjög fáir sem finna til meira öryggis að þeir séu mættir á svæðið. Flestir upplifa það að nú er þetta að fara í eitthvað hryllilegt. Já, það var svona tilfinning kvennanna sem ég fekk hérna í gær sem voru frá Bjarkarhlíð og Vitund og Druslugöngunni. Þær voru sammála það að þær væri ekki öruggari með þennan hóp út á götu þó að þeir gefi sig út fyrir að ætla einhvern veginn með einhverjum hætti að stuðla öryggi kvenna. Mér finnst það reyndar mjög áhugavert sem hún segir hún Margrét Valdimarsdóttir hún tekur sér dæmi manndrápsmálið. Að það sé annað dæmi þessar tálbeituhópur sem var maður sóttur í Ölfus og drepinn síðan upp í grafar. Akkurat og þetta er mjög alvarlegt og þetta er auðvitað sama með ég var ekki búin að tengja þetta með þessum hætti eins og Margrét
En þetta góð punktur. Svo það líka að þetta ber allan svip af svona hægri öfgahópum sem að fara út á götu til að snappa sér fæting. Já. Og þetta eiginlega held ég þessi markmið að búa til átök hérna. En tala Þorlákshafnarmálið þarna sem að sko þú voru að þrífa bílinn eftir þetta, þá fundust tennur úr manninum sko. Já, þetta er hryllilega. Sko meðferðina sem hann þurfti að þola. Sko. Og þetta eru einmitt, það voru þekktir glæpamenn sem að ég svona gengu til liðs við þennan tálbyttuhóp sem voru ungmenni og það er svona eins og þetta eru þekktir glæpamenn, þekktir mennur undirheimum, þeir eru búnir að setja af sér sína dóma og allt í góðu með það. En þetta er svona Það er kannski komin bara næstu frétt sem er frá Vísi. Já, við erum ekki að segja að þessir menn hafi verið í Þorlákshafnarmálinu. Nei. Það var eins og Vísi var með þetta er fólkið á bakvið skjöld Íslands. Þar eru menn sem hafa fengið dóma fyrir ofbeldisglæpi, en þeir hafa setið af sér. Já. Og þeir eru þar með búnir að greiða sína skuldir samfélagsins. Og ég man það var svona mál í Danmörku fyrir svona 30 árum. Þá var blaðamaður dæmdur fyrir að rifja upp dóm. Og þá er hugsunum þannig í Danmörku ef það voru búin að fremja glæp, dæmdur og búin að setja naður, þá áttu frjálshöfuð að strjúka. Og þetta er ekki að búa við það að sé sífellt við að rifja þetta upp. Þetta gildir ekki á Íslandi. En mér finnst alltaf að minna á þetta alltaf annars lagi. Það var fólk að búið að setja af sér og þá er það búið að greiða sína skuld. Já, það er rétt og það er bara flott og ég bara gangið allt í hæginn með það, en kannski ekki alveg þetta fyrirbæri. Þetta er eiginlega svona brúnstakka deild af Ísland þvert á flokka sem hélt mótmælin. Þeir voru í svona varliðanir svipaðu Hells Angels á Rolling Stones tónleikum. Það ætluðu þar að gæta lög og rétt í mótmælunum þar. Og þetta er svolítið svona svakalegir gaurar, búin að vera lengi í ræktinni og svona. Já. Það sagði mér nú maður sem var gamall handboltamaður, hann sagði það er engin vend að ráðast á þessar rektarmenn, þeir eru svo valtir. Af því handbolta er alltaf hnuðlast á línunni, bara hrindir þeim og detta þeir. Já. En ég hef ekki reynt þetta, þannig að þetta er ekki sjálfsvarnar ráð sem ég er með. Nei, þeir eru stöðugir sko sem þeir eru að standa harða vörn í handbolta. Ekki það að, En þegar að menn koma svona út á götu, merktir með járnkrossinum, sem er það sama og Breivik notaði á sína yfirlýsingu, bara algjörlega verið að yrkja inn í sko nýnasismann, að þá veldur þetta miklu mugg og hún Jasmína sem ætlar að koma hérna á eftir og nátt komið hingað frá Bosníu, hún skrifaði og Mannlíf tók það upp, fyrir með frétta því, segir stjórnvöld hafa viljandi sofa verðinum gagnvart hægri öfgunum og hún náttúrulega lítur á þetta sem hryllilega ógn, bara tilveru þessara manna og hún er að tala af eigin reynslu af því að hún er Bosníu múslimi og það gerðist bara á einni nóttu, hún lýst þegar ég vitali hjá okkur. Það gerðist í einni nóttu, allt inni voru múslimarnir orðnir óvelkomnir í samfélaginu og það voru raktir út úr fjölskyldan var rakin út úr húsnæðinu, bjó í einhverju hlöðu upp til sveita og pabbinn mátti ekki láta sjá sig í dagsbirtu því að þá hefði hann verið drepinn. Og þetta bara triggerar fólk sem hefur þessa reynslu að þetta er bara það sem er að gerast downtown Reykjavík eins og settir. Og hvar er dómsmálaráðherra? Og ég bara skil ekki hvar í ósköpunum eru, eða bara stjórnvöld almennt, hvar eru valkyrjurnar? Ég finnst valkyrjunum þetta bara allt í lagi. Af hverju segja þeir ekki neitt? Þeir líta ekki á þetta sem vandamál. Þeir trúa því. Þetta er náttúrulega ekkert vandamál fyrir þær verandi svona óbúslega hvítar og íslenskar. En það er nefnilega málið. Herðu, en hún Magnea og Jasmína ætla að koma hérna eftir og ræða þetta mál. En þú nefndir áðan í gær að þá var verið að tala, það var einmitt Skjöldur Íslands sem dreifði myndbandi af manni að gera svona einhverjar leikumæfingar á Ingólfstorgi og þú sagðir að þetta væri þekktur maður í myndbandum sem að væri ofta að gera svona og Mannlíf var með frétt það, þetta er maður með sverðið þess og sami og kendi börnum skylmingar í Kópavogi. Og það er reynda komið fram í dag að hann var aldrei með sverð, hann var aldrei í játtstöng. Lögreglan var að horfa á, bara við sáum því í fréttunum áðan, lögreglan var að horfa á þetta. En þetta var matrið þannig, þetta myndband og frá Skildi Íslands, eða hvernig maður á að beygja þetta, og til dæmis í nútímanum, að þá var myndirnar sýndar þannig að þetta ætti að vera dæmi það að lögreglan
að hún þorir ekki að nálgast innflytjendur og hælisleitendur. Þannig að hún situr bara og lætur þá bara vaða uppi og taka miðbæni Reykjavík, nauðga konum okkar og berja börnin okkar. Þessu var stilt upp þannig. Og fæðingardeildin allt saman. Já, það er við erum með fréttu það líka að Mannlíf tók það, ég er með nokkra fréttur á Mannlíf. Ummæli Stefáns Einars sem við myndust á, koma starfsfólki í fæðingardeildar í opnu skjöldu þar sem hann var í einhverju podcast að segja það að Palestínu karlar væru búin að taka yfir fæðingardeildina þannig að allir væru bara hræddir. Það er svo ótrúlegt að Stefán Einar sem kalla sig blaðmann, hann skuli ganga fram með þessum hætti og delera svona algjörlega samhengislaust og sko án nokkura sannana í viðtali. Mér þykir þetta bara áhyggjuefni. Já, ég er sammálaður. Þetta er bara alveg, og hefur sko hljóðnema til að tala í. Já. Og hann hefur rödd í íslensku samfélagi, hann á ákveð að nota hana til ílsku. Já. Hann er helsti stuðningsmaður þjóðarmálsins á Gaza. Já, mikið rétt. Herðu, þetta tengist lífi margra og Auður Jónsdóttir, hún skrifa nú oft svona skemmtilega pistla á Facebook og hún var að skrifa reynslu sína af því þar sem hún var að reyna að taka leigubíl hérna í mitt af Ingólfstorgi og DFF hefur tekið þetta upp. Þá hafði fólk þetta gert aðsúga á honum, það er leigubílstjórinn, fyrir það eitt að vera dökkur og hörund að gera leigubíl. Hún var að fara að taka leigubíl og það var að vera varana við að fara í leigubílinn. Og það var læst hurðin hjá honum. Það var út á ótta ökumannsins af þessum líð sem er þarna í kring og kemur þarna niðriti til þess að ráðast að dökku fólki. Já, bara vinnandi fólki sem er einhvern veginn bara að eiga fyrir salt í grautinni í einhverju lágmarkslaunuðu þjónustustarfi. Þetta er ekkert æðislegt starf að keyra blindfulla Íslendinga á næturnar og þetta er alveg þvílíkt álag. Við fengum nú í vor fekk ég til mín leigubílstjóra sem hafði orðið fyrir bara miklu og bara ofbeldi af hendi Íslendingar sem voru einhvern veginn farnir að taka undir þeirra málflutning en þetta er eitthvað sem við þurfum að gefa gaum þessi öfgahægri sveifla. En Auður fór í leigubílinn? Já. Auður fór og spjallaði við manninn og átti bara góða heimferð. Herðu, þú spurði hvað er dómsmálaráðherra, það er frétt af Vísi, hún skrifaði grein dómsmálaráðherra og þetta er byggt upp á því það er að brottfararstöð dómsmálaráðherra komin í samráðsgátt. Þarna mætir hún og með einhverja frétt sem að raunverulega hljómar eins og næstu stuðningur við það sem að skjöldur Íslands er að segja. Akkurat. Þannig að ríkisstjórn Íslands er ekki að mæta ógninni sem er út á götu, heldur er að ýta undir hana. Einmitt. Eitthvað, alltaf safna fólki saman í einhverja samráðsgátt og til svipað og hvaða dómsmálaráðherra var það sem Guðrún Hafsteinsdóttir lagði fram þetta sama frumvarpi, þetta er bara nákvæmlega sama frumvarpi. Nema hún talar loka búsetuúrræði en ekki brottfararstöð. Þannig að það hefur verið fólk við Rauðaborðið og víðar sem er að segja hvað ætla stjórnvöld ekki að grípa eitthvað inn í þessu atburðarás og þau gera það með þessum hætti. Með því að nýta á þetta er pólitískt tækifæri fyrir mig að segja að ég ætla að vera hörðu við innflytjendur, alveg eins og skjöldur Íslands. Akkurat. Þetta er alveg óskiljanlegt. Það er leiðum að líkjast. Herðu, ég tók saman, það er til vefmiðl sem heitir Nútíminn sem er einhvern veginn svona prentútgáfan af brotkasti Frosta Logasonar. Ég veit ekki hvort þetta sé það sama, en Frost er allavega ritstjóri Nútímans. Og þegar maður þarf ekki að fara lengi þarna til þess að átta sig á því að þetta er eiginlega málgagn svona útlendingaandúðar. Já. Og ég tók saman bara nokkra fyrirsagnir. Já, lestu. Það er ömuleg framkoma gegn starfsfólki fæðingardeildar fyrirlíta kvenfólk, þetta er haft eftir Stefán Einari. 100 hælisleitendur í breskum hótelum fremja alvarlega glæpi, stjórnvöld banna tölfræði glæpina. Þetta var við fjöllum í gær, það voru mikið að drukknum englendingum sem að réðust á okkur hótel með okkur svona fullyrðingum að hefði verið svona mikið af nauðgunum og svona mikið og ég er svona sæmilega talnaglöggur og ég fór bara með að við fjölda innflytjenda í Bretlandi að þá er þetta ekkert merkilega tölur. Þú getur ef það er 20% af vinnuaflinu á Íslandi innflytjendur að þá er ekkert mjög fljótur að koma við einhvern veginn svona stóra tölur
og það er mest merkilegt í þessum með nútíman að það er alltaf þessi tónnum að það sé bæði hælisleitendur og flottafólk að eyðileggja samfélag okkar og svo er að hilma yfir því, þannig við fáum ekki að vita raunveruleikann. Þetta er bara, ég mun Trump hefur notað þessa nákvæmlega sömu taktík. Og fleiri fyrirsagnir, erlendi ríkisborgarar 5 sinnum líklegri til að vera á bótum, þetta er bara rangt. Þetta er ekki það. Hryllingur á Kanaríeyjum og ólöglegur innflytjandi kveikt í 17 ára kærustu sinni. Þú veist, það er kveikt í kærustum því miður, út allan heim. Já, heimilisofbeldi ofbeldi gegn konum er bara faraldur. Það er hryllilegt ofbeldi gegn konum í Indlandi til dæmis, nútíminn er ekki að fjalla það. Stúlka sem við erum ekki að mæla þessu bót samt, sko. Nei, stúlka sem klæddist sömuleyti efast maður líka sannleiksgildi þessara frétta. Stúlka sem klæddist breskum kjóli rekin heima menningardegi, þótti móðgandi við minnihlutahópa. Já, ég get nú alveg, sko, nú var dóttir mín í breskum skóla og það eru bara mjög stífa reglur. Þú bara mætir ekkert í hverju sem er í alveg saman þótt að það sé menningardagur. Það er lengdar takmarkanir á pilsum og það eru, þú mátt ekki vera með berar axlir og þetta er mjög íhaldsamt. Finnst okkur, en En þetta er það að því að voru fánalitunum. Já, nei, það er bara ekki, bara stærsti. Fjarlægur úr skóla eftir ofbeldi samnefnda. Skólinn segist ekki geta tryggt öryggjans. Þetta er framhald af Breiðholtsskólafréttunum. Og voruði breiðst út á Spáni, við fjöllum líka það. Átakið milli innflytjenda og innfæddra stigmagnast. En þetta er eiginlega, ég myndi halda að vera svona 60-70% af fréttunum eru í þessum anda. Það er það að innflytjendur fylgi glæpir og þeir lifi á bótum og sjúga mergin úr samfélaginu okkar. Og að háskólarnir, lögreglan og öll yfirvöld vilja ekki segja okkur hvernig þetta er. Og í umræðinni núna Epstein-málið í Bandaríkjunum, því að það er svona maka svolítið að klofna. Og þá finnst mér svolítið áhugavert að hlusta á það hvað menn er að segja þar. Þá eru menn að segja að þau eru áttugur á því að það er bara svo mikil peningur í samsæriskenningunum. Það er svo mikil peningur í þessu og menn get ekki hætt þessu. Þannig að menn halda bara áfram að bera út eitthvað svona sögur af því að það er bara, þú getur bara fengið bara fínt líf út úr þessu. Þú getur það náttúrulega aldrei á Íslandi en að sumuleyti er það þannig að það er ákveðin svona þrýstingur og það er ákveðin svona vilji til dæmis í þessum hægri podcastu sem eru öll meira og minna fulla útlendingandúð. Þau eru öll sponsoruð af einhverju svona efnuðu fólki og fyrirtækjum. Veigra sér ekki við það. Þannig að ég held að það sé líka hlutið þessu og svo er það líka kannski sem að við ætlum að þekkja sem blaðamenn að stundu færður svona klapp einhvers staðar. Gerir eitthvað, það verður rosalega þetta gott hjá þér, getur verið hættulegt að elta þessu. Mér finnst nútími vera komin eitthvað inn í eitthvað fáránlegt öngstræti. Það sem eru svona klapparar. Já. Það sem er bara verið að bara búa til einhverja heimsmynd sem bara er ekki til. Herðu, ef að fara yfir í pólitíkina heima talandi það er furðulega heimsmynd. Það er frétt úr Morgunblaðinu á pappír. Það er haft eftir Guðlaugi Þór Þórðarsyni eftir þennan skyndifund í utanríkismálanefnd út af hingað komu Ursulu von der Leyen. Aldrei minnst á þetta af mig, þá finnst þér með svo að það hefur verið eitthvað dularfullt að hún hafi komið inn í heimsókn. Það hefði átt að biðja leyfi. Hann kannski sem fyrrverandi utanríkisráðherra tekur hann einhvern veginn þannig að hann sé sem sagt samingin persóna að getur það verið? Já, ég meina það hlýtur að vera þegar, ég sé ekki fyrir mér að núverandi utanríkisráðherra þurfi samt einhvern veginn svona hnippa í alla forvera sína þess að láta vita hverju er að koma Hann er reyndar í utanríkismálanefndinni, held ég. Já. En þá bara nefndi þetta ekki við hann. Það er ekki bara allt í lagi. En þetta verður nú líka bara að hafa borið nokkuð snögglega að þessi heimsókn. Kannski átti að láta utanríkismálanefnd þetta, ég veit ekki, en þetta er ekki stórmál. Nú veit ég að það er gaman að fara inn á bara heimasíðu Evrópusambandsins og athuga hvort að prógrammina sé birt langt fram í tímann. Það er náttúrulega einhver svona öryggissjónarmið í þessu. Ég held að sé ekki þannig að hún sé bara með prógrammið sitt í 3 mánuði fram í tímann. Ég held það ekki. Þannig að ég held að það sé kannski út af bara öryggissjónarmiðum en það er ekki verið að fjalla þetta með margra vikna fyrirvara. Hún flaug og lenti á Reykjavíkurflugvelli og hældi útsýninu og svo þannig að ég veit ekki, þetta var allavega ekki eins mikil öryggis gæsla eins og var þegar að Evrópuþingi var í. Það voru svo margir. Það voru bara 12 upp á það ekki.
En ég held líka að sé þannig að ríkisstjórnin má bara bjóða þeir sem vilja hingað og þurfa ekkert að bera það undir stjórnarandstöðuna. Nei. Það er ekki þannig að... Nei, eða þingmann nefndir. Nei, og jafnvel kannski þetta eitthvað bara prógramaðum kominga. Það sem sagt heimsæki okkur sem eru miklu viðskipti við Evrópusambandið eða eitthvað, ég veit það ekki. Sko frá Evrópusambandinu þetta þannig að Evrópusambandið að endurskoða svona öryggisstefnu Evrópu og liður í því að gera svona samninga við lönd sem eru utan Evrópusambandsins eins og við Noreg og Bretland sem eru búnir að gera. Þeir eru meiri sig að tegja sig yfir að gera samning við Kanada og þessi heimsókn bara frá þeirra sjónarhóli hluti af þeirri aðgerð. Frá sjónarhóli ríkisstjórnarinnar hefur þetta örugglega þótt vera svolítið gott að þau eru svona að fara að trompa upp í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið sem við ætlum að ræða seinni í þættinum. Við ætlum að fá Evrópusinna til að ræða það hvort Íslandi eigi að fara í Evrópusambandið. Þannig þeim litið á það sem þannig. En einhver leiti þetta þessi svona ólund í stjórnarandstöðunni. Það kom líka fram að þingmaður Sjálfstæðisflokksins vill að atvinnuveganefnd ræði viljayfirlýsingu samstarf við ESB sem að tekist nú bara sjávarútvegi held ég. Já, þetta er Njáll Trausti. Njáll Trausti, það er fundum það. Já, ég veit ekki hvað, þær séu semst að undirbúa það að afhenda íslenskan sjávarútveg fiskiminn til Evrópusambandins. Það er það sem að hann heldur fram. Já. Og aldrei ekki, sko. Já. En ég bara veltaði með, hún er svolítið aggressív stjórnarandstaðan. Heimtar alltaf fund í nefndum. Þannig það er eins og þingi sé bara ennþá í gangi einhvern veginn og þessi tótt sem að var síðustu dagana hann ætlar að halda áfram, þannig að það er margt sem bendir til þess að þingið í haust verði allt svakalegt. Hasar þing. Og þá kemur fréttina sem af samstöðinni, það er haft eftir orkumálaráðurunum. Ég er hræddur að stjórnarandstaðan sé gengin af göflunum. Hvað á hann við því? Er það ekki með vindmyllugarðin? Já, mál þó við. Ég skrifa þetta, ég er svo gleymur. Hvað það er það? Jú, fyrst misbuðu þjóðinni með lengsta mál þó sögunar og litur svo minnileitin hefði neitunarvald á Alþingi og svo hlaupaði til handa á fóta yfir því að forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins heimsæki Íslands. Hann er bara að tala þetta saman við. Já. Herðu, en það var gerð könnun, man ekki hvort það var Maskína, ég held að það var Maskína sem gerði könnun. Það eru 65% ánægð með beitingu 71. grein þingskapalaga og 22% óánægð, minnst alltaf þurfa að taka það með því það er alltaf eitthvað hópur. Þannig að það eru 22% sem stóðu með stjórnarandstöðunni. Sem er oflítið fyrir hana. Það er mjög áhugavert. Þegar samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks ætti að vera svona 29-30%. Þannig að þeir... Og svo stubburinn litli kemur þarna með 5%. Hann ég held að þessi voðalega fáir prósentu Framsóknarflokksins sem eru fylgjandi þessari línu stjórnarandstöðunnar. Ég held að forysta Framsóknarflokksins er í langminnstu tengslunum við sína grasrót. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé svona að sinna kannski 60% af sínu fólki, Miðflokkurinn kannski svipað, en Sigurður Ingi er eiginlega bara að sinna bara 10% af sínu fólki. Sem er alltaf til skiptana. En náttúrulega Framsóknarflokkurinn er 117 ára gamall eða hvað hann er og það eru framsóknarmenn út allt land og alveg rótgrónir og nað sem hafa yfirgefið flokkinn í síðustu kosningum og hann er ekki að laða að með þessu. Ég held ekki, sko. Nei. Þannig að ef maður tekur þetta saman 65 og 22 þá er þetta svona 3/4 og 1/4. Það er 3/4 voru ánægðir með þetta sem að ég held að ríkisstjórnin hlýtur að vera mjög ánægð með. Það er að því við ætlum að tala með Evrópusambandið eftir þá eigum við að vera með svolítið fókus á Evrópusambandinu vegna þess að það mun verða stóra málið og það verður málið þar sem að stjórnarandstaðan ætlar að nota til þess að kljúfa eða gera ríkisstjórnina einhver leyti svona verklausa. Og þess vegna fannst mér hann Sigurjón Þórðarson hann segir að tala aðeins Evrópusambandið þannig að frétt frá Vísi sjálfsagt að taka máli fyrir að láta þjóðina velja hvort þau maður fara og það er spurning hvort að sú afstaða flokksfólksins haldi. Það var önnur könnun að það var gerð sem að tengist kannski svolítið ríkisstjórn. Það er fyrir miðflokkinn, flokk fólksins, þá er þetta í stjórnarsáttmálum. Og þau eru búin að gangast undir þessu flokkur. Það er eins og þegar á reynir og togað þá getur verið að það verið miservitt fyrir þau. En það tengist svolítið önnur könnun sem að ég held að prósett hafi gert annað sem að tengist svolítið stjórn og stjórnarandstöðu. Það eru tífalt fleiri sáttir við sölun á Íslandsbanka nú
heldur var fyrir 3 árum. Já. Sem ég held að fara líka í töðunar á stjórnarandstöðunni, að ríkisstjórnin hafi selt Íslandsbanka án hávaða. Já. Og það hefði nú sjálfsagt verið haft að hafa fáa, en það var náttúrulega meiri hlutum að farin, þannig að sömuleyti var ekki sömu átökum og áður var. Herðu, aðalfréttin í öllum öðrum var að Play að tapa miklu peningum og var að segja upp starfsfólki. Það voru að tapa 2 milljörðum og gengið er að hrynja, en það hefur held ég verið meira og minna verðlust. Það er bara aura á einingu, 30 aura eða eitthvað, sko. Þetta er ótrúlegt, sko, hvað fólk er tilbúið að tapa miklu peningum þessum flugfélögum. Það er... Já. En eitt í þessu, að eigendurnir hann að tapa gríðarlegum peningum, en það er alls konar fólk sem er að græða á þessu. Þegar þau flytja fólk hingað inn og ég meina Laugavörinu fullur og það eru komnar lundabúðir bara í hvert einasta hólf. Þannig að allir að græða á þessu, en flugfélögin skíttapa, þannig að þetta er skrítið sístam. Vegna samkeppni eitthvað, ég veit ekki. En svo eru svona flugfélög erlend sem er flugunga eins og Ryanair aldrei skilað meðhagnaði og svona, þannig að það er ekki alveg svona. Nei, maður veldur fyrir sér hvers vegna Play gengur svona illa. Ég meina þau færðu sig þarna hluta til Möltu, var það ekki, til þess að geta borga lægri laun. Þannig að ekki er það launakostnaður sem er að sliga fyrirtæki. Það er ekki búin, sko. Það er ekki gengið alveg í gegn. Nei, það er það sem planið er, að útvista öllum flottanum og fljúga fyrst og fremst frá Íslandi til Sólalanda, hætta Ameríkufluginu sem er vist að draga saman og svo er þau líka að tapa mikið á því að krónan hefur styrst kakku dollara, að þá tapa og Ísland er líka að tapa ansi góðum fúlgum á því, getur munað miklu eða bara 5% breyting af því að það er svo mikið borgað fyrirfram. Býst ég við þessi ástæðan eða panta fyrirfram. Verðið ákveði fyrirfram í dollarum, þannig að þú færðin bara minni pening fyrir kostnæðin, þeir eru að tapa því og síðan ætlar að taka einhverja vélar sem þeir eiga og fara bara í að leigja það út, þannig að þetta er orðið líkara ég heit ekki Primer eða eitthvað sem var bara meira og minna í svona Sólalanda þjónustu. Þetta er að verða þannig. Þau voru að segja upp 27 flugþjónum. Flugþjónar, það er með ekki heita flugfreyju lengur, sko, þetta eru flugþjónar. Það eru þjónar það líka. Það eru þjónar. Eins og flugfreyjur eru nú fallið staðsetjir, sko. Já, kallarnir eiga bara að setja sig við að vera flugfreyja. Já. Eins og ljósmóðir, ég held að það sé engi ef það er... Konurnar eru flugstjórar, sko. Ef það er kall sem er ljósmóður, þá held ég að hann kallir sig ljósmóður. Það er ekki, en sko konurnar sem eru flugstjórar, það eru bara áfram flugstjórar, en svo geta kallarnir ekki verið flugfreyjur. Þetta er bara mótmælum þessu. Freyja er náttúrulega tengt kyninu á menna stjóri, er það ekki beint, sko. Já, kallmannshold. Herðu, víkufréttir, það er alltaf bestu fréttirnar af gósinu, það er ennþá gós í einum gíg, það er allir búin að missa áhugann á gósinu nema víkufréttir, það er bara í tungarðinum hjá þeim. Já, þetta er allt annað. Ég geng mikið og í morgun þá sá ég úr Garðabænum vestur á Seltjarnarnes. Já. Sá kirkjuna þarna og þetta var bara, sem sagt, þetta er allt annað heldur en deginum áður. Sko. Það sko ringdi klukkan svona 2-3 núna í nótt, síðustu nótt og ég það gerðist, það var svona eins og það svona, það svona, ég vaknaði einhvern veginn, bleið svolítið þannig, ég var svona eins og ég hefði fengið mér svona 10 kaffibólla, hrestist allt í hennu miðnótt og gætt svona loftað út íbúðina því að hún var, Brennisteinninn farinn. Já, í bili allavega. Það eru spámir þess að segja að Laugavegurinn, ekki hérna niðri í bæ, hann sé hættu að deyja úr velgengni, það sé alltaf mikið af fólki þar. Já. Þú ert nú gammal göngumæður? Já, ég gekk einu sinni Laugaveginn á 2 dögum svona hraðagöngu, en það var mjög gaman, en ég er á því að það er, við vorum síðustu hópur sem gekk Laugavegi það haustið, sko. Þannig að við vorum bara 6 á ferðið, 8 eða hvað við vorum. Og ég er alveg á því að, ég hef sagt þetta áður hérna, að við höfum farið til Skotlands til að spila golf og þá pantaði maður golftíma með löngu fyrirvara, eða rástíma í golfinu. Og mér finnst það bara að taka upp þetta systema á Laugaveginum. Það sé bara ákveðin fjöldi inni með, kannski bara með hálftíma millibili sem er ræst bara, 10 núna eitthvað svona. Staðin fyrir þetta er bara, sko, þetta er bara vitleys að það geta komið svo margir saman og þá fyrir fólk að ganga utan gönguslóða og fleira. En ég fyrir hálftíma undan þér
og þú kemur svo í hraðgöngu. Það svo allt annað mál bara. Og ég bara að labba hægt í gólfinu væri þú að reka á eftir mér. Já, reynda myndi ég slá á þig bara. Nei, það samt, sko. Ég finnst þetta... Já, þetta bara ennur dæmið svona massatúrisma sem auðvitað bara stórt vandamál og einhvern veginn vill horfast í augu við það. Við erum hérna með, það alltaf verið að tala þetta sé svo mikil tekjulind, þetta sé svo frábært. Samt sem áður þá einhvern veginn virðast þess að tekjur ekki skila sér á rétta staði. Hér eru innviðir ennþá í mólum og allt hérna einhvern veginn komið svona heljaðröm en samt eru alltaf fleiri og fleiri túristar og ég veit ekki, ég held að ég sé hérna séu margir mjög sammála mér að þetta sé orðið svona yfirgengilegt og við sem að búum hérna nýri í miðbæ og ég býð hérna í bæinn náttúrulega algjör brandar þess að dagana. Það bara ekki hægt að fara þangað. Það rosa skrítið fólk sem komið, það eitthvað sem ég veit ekki, það einhverja Amerikanar sem einhvern veginn alltaf öðruvísi en Amerikanar í fyrra og hitti fyrra. Já, þetta mjög skrítið rosalega mikið af hérna skemmtiferðaskipum og þau hérna hafa þann háttin á að hérna flauta alltaf svona þegar þau eru leiðinni í eða úr höfn, eitthvað svona, þetta eitthvað svona vinahót og ég bý þetta á horninu á Klapparstíg og Skúlagötu og ég hrekk upp þetta á nóttinni af því að þeir einhvern veginn finnst að þeir einhvern veginn knúnir til þess að kveðja og vinka miðja nætur og ég geti haldið langa einræði það hvað ég er honum þreytt á þessum túrisma. Það er ein kona í blokkunum hann við Skúlagötu sem vinkar ekki á móti. Nei, það ger ég ekki. Komaði bara flautandi? Já. 2/3 Rúmena telja að Ceausescu hafi verið góður leiðtogi. Já, góður þá gengin er. Þetta er sagt að þetta sé byggt á einhverju svona rosalegri herferð erlends ríki sem á að vera Rússland. Ég hef nú ekki trúið því að hérna eitthvað svona TikTok herferð hérna nái að breyta afstöðu Rúmena. Þetta er náttúrulega það sem kemur Vesturlandabúum oft á óvart er að það er í hérna Sovjetinu, gamla austrinu, að það fólk fekk náttúrulega nýfrjálsvíkina í hausinn. Það rundu niður eiginlega, þetta voru samfélög þar sem að sko var menntakerfi og húsnæðiskerfi og það var séð gamla fólkið, það hafði enginn neitt brjálæðslega gott en það var séð fólk, svo allt innan lendur í samfélagi sem er ekki séð neitt og bara það er hungur á götunum og það var orðaði. Munið eftir fréttamyndunum frá Rúmeníu sko. Eftir að Ceausescu döðu sko. Geðveikar hæli fyrir börnin og þetta munið eftir þessu. Ég kannski rámar eitthvað í þetta. Ég fór hérna bara eitthvað tíma upp úr aldamótum og það var svolítið svona upplifun, það eru auðvitað löngu áður en að Rúmenía kemur inn í Evrópusambandið og allt þetta. Hérna, og það var, þetta var ótrúlega brotið samfélag en þá. Það var eins og var hérna á 1950 þá var hérna tekið sko geðveikt fólk og geymt upp til sveita á hælum í Bandaríkjunum og í Vestur-Evrópu þannig að það ástand var þarna en svona fyrir venjulegt fólk sem ekki var á hælunum ég talaði við fólk sem ég fór til Pétursborgar einu sinni og talaði við fólk þar í svona gamalli sovjískri íbúð, þau voru bæði ágætlega sett, voru vel menntuð og eitthvað hlera en maður satt svona við lítið vaxdúkað eldhúsborð hjá þeim og þau voru að segja við mig að hérna áður þó að við höfum það gott í dag hérna áður þá var meira samfélag hérna en núna er þetta orðið þannig að við erum búið að síga okkur gegn hvort öðru þannig að við erum að klóra augum hvort úr öðru í samkeppni á vinnumarkaði, samkeppni húsnæði og í öllu sem við erum að gera og þannig heyrði maður þetta bara þetta venjuð fólk og það var með þessari svona sovjés nostalgíu eftir eitthvað sem hefði mist og við verum alltaf svo hissa þegar við heyrum þetta hérna á Vesturlöndum því við höfum bara að trúa þú veist að hérna að það veri eitthvað sem er alvont og eitthvað sem er þá algott hérna megin það bara er ekki þannig og þess vegna held ég að þetta er náttúrulega mjög hátt sko, 2/3, bara meikar í lenga sens. Og það er ungt fólk á TikTok, þetta er bara, ég getur reyndar alveg trúið að þetta sé eitthvað svona þannig sveifla. Nei. Svona áhrif að valda hérna, já. Okay. Það er fólk á mínum aldur og yngra sem að man hinn tíman sko. Þetta er ekki. Það er náttúrulega, þau drápu hann og konuna sko. Já. Það var ekki meiri biðlund en það eða sko fyrirgefning. Það var ekki öll þjóðin sem gerir það er aldrei öll þjóðin sem er sammála. Ég er að benda á að það er
mikil vonbrigði í austrinu og það meðal ástæða fyrir því að það eru fasistaflokkar að byggjast upp í Austur-Þýskalandi. Ég held að það þetta sé mikil vonbrigði í austrinu með að svik nýfrjálshyggjunar við þetta fólk raunverulega stærri glæpur í þeirra huga heldur en það sem við erum að tala í Sovétríkjunum. Herðu, ein frétt frá RÚV, við erum alltaf með fréttir frá Trump. Það verið að dæma mann fyrir morðið á Brennónu Taylor. Ég veit hún var bara sofandi upp í rúmi með kærastanum sínum og svo kom lögreglan og lögreglan var að koma með heimild til þess að brjótast inn án þess að hafa til þess dómúrskurð. Maðurinn vaknar upp og hann með skot leyfi, eða má vera með byssu, heldur sem verið að brjótast inn og skýtur sem að reyndar að koma í ljós að hann skaut ekki eins og lögguna í fótinn. Af því að hann búinn að fá dæmdar bætur þessi maður. En löggan tók og bara dritaði skotum á þau og drápu konuna þar sem hún var bara sofandi í rúminu sinni. Ríkisstjórn Trump sendir skilaboð til dómarans, dæmið hann bara í 1 dag í fangelsi. Einmitt. En dómarinn sem að þó hafi verið skipaður af Trump, dæmir hann í 33 mánaða fangelsi sem kannski ekki mikið. Í Bandaríkjunum þetta mjög lítið, menn ekki 1,5 ár. Erum við meira af Trump-fréttunum, við erum að klára þetta. Bandaríkjunum yfirgefið UNESCO sem bara dæmi það að þeir hafa enga trú á alþjóðakerfinu sem var byggt upp eftir stríð. Gerðu það líka á síðasta kjörtímabili. Ætli ekki að beygja sig undir það. Skessuhorn, loðnuvinnslan kaupir Ebba útgerð á Akranesi, þetta er pínulítill bátur. Nei, það ekki svona. Nei, þetta svona, duglugur smábátur. Svona yfirbyður með, gerilega með línubitningavél. Og straujátt með svo kallar. Af því að hann og svarsnar í laginu. Og þannig að þetta örugglega, ég held, svona 4 manna áhöfn og svo náttúrulega alltaf eitthvað í kringum til landi, eins og gengur og gerist. Þannig að þetta fyrir Skagamenn búin að fá mörg högg í kviðinn í þessum málum. Þeir náttúrulega mistu frá sér sína stórútgerð sem hafi verið safnað saman og meðal hans tekið kvóta frá Sandgerði. Safnað upp á Skaga, sameinaði svo Granda og síðan bara allt í neitt daginn bara fór allir kvóti frá Akranesi og síðan eru alla verið unnin fiskur þarna. Þarna einhvern pínlítill bátur og loðnuvinnslan á Fáskursfirði sem náttúrulega samvinnufélag. Það eiginlega 2 staðir á landinu sem örugt að kvótinn mun ekki fara frá. Það Fáskursfirði og Skagafirði. Já, og ég held líka í Grenivík. Já, í Grenivík. Það er ekki svona Guðný Sverrisdóttir sem var sveitarstjóri, systir Valgerðar. Hún var duglega að missa ekki kvóta úr byggðinni. Já. Það er ekki alveg svona formlegt samvinnufélag eins og í Fáskursfirði og Skagafirði. Nei, kannski bara andi þar sem að svona Guðný andi. En hann mun alltaf einni kynslóðinni, þá mun hann bresta alveg svo þeir sem áttu hlutina í sparisjóðunum og endanum þá seldu þeir bara. Herðu, við ræddum aðeins hvað kostaði mikið að vera áskrifandi enska boltanum í gær, en það er 41% segir Mannlíf. Sem hækkar. Það er svolítið mikil verðbólga í enska boltanum. Það er svolítið mikið, já. Herðu, þetta eru fréttirnar. Takk hjá fyrir. Og við ætlum að hafa hér örstutt auglýsingahlé og svo ætlum við að halda áfram að ræða fréttirnar. Við ætlum að ræða skjöld Íslands. Það er María Lilja sem fær góða gesti. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Já, komið sæl eftir. Hingað eru komnir góði gestir til þess að ræða skjöld Íslands. Þetta eru þessi samtök sem að, já, þessi hópur manna sem tók sér saman, fór út á götur í merktum peysum, kallar sér skjöld Íslands og segjast að vera komnir svona til þess að berga íslenskum konum, svona meðal annars. Magnea Marínarsdóttir, alþjóðleg stjórnmálafræðingur og Jasmína Vasovic, stjórnmálafræðingur. Þeir komnir hingað til þess að svona velta þessu, já, fyrir ykkur með mér. Hægri öfgahópar, þetta er maður virðist, við erum að sjá þetta svolítið svona ítrekkað og út um allt. Þetta er ekki bara Ísland að virðist, en þetta er svona ákveðið munstur. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er það nú. Og maður sér þetta eins og meðal annars bara í öðrum Evrópulöndum, Ítalíu, Þýskalandi, og auðvitað er þetta líka að gerast í Bandaríkjunum undir stjórn Trumps. Hann er náttúrulega að eyða meiri fjármunum í að gera sko innflytjendur brottrekka fyrir utan hvíta Suður-Afrikumenn, samkvæmt því sem að ég las mér til Þannig að þetta er að gerast, jú, víða. Og auðvitað, greinlega hérna á Íslandi líka. Og það sem er náttúrulega líka bara áberandi er að það er orðið miklu meiri samhljómur á milli til að mynda stjórnmálaflokka sem að þá skáru sig voru meira undatekning frá reglunni og svona frávik sem voru með svona útilöngandi þórninshyggju og harða útlendingastefnu og þvílíkt og svona þeirra sem að myndum tala kannski sem svona mainstreams stjórnmálaflokka og við sjáum þetta náttúrulega bara best í Danmörku með jafnamannaflokki þar og Mette Frederiksen. Og þetta sko við vorum einmitt að tala um það hérna áðan bara við sögum fréttir og ég kann svona kallaði svolítið eftir því viðbröðum frá stjórnvöldum, íslenskum stjórnvöldum sem að virðast ekki ætla að segja neitt sérstaklega við þessu að því að fyrir mér þá er þetta alveg stórt rautt flagg að það sé hérna komin einhver hópur manna sem að fari út um helgar með þann eitt tilgangin að áreita innflytjendur og sérstaklega brúna innflytjendur og við sáum að Auður Jóns sagði frá því að hún hefði ætlað að taka leigubíl og þarna hefði þeir verið hópur einhvern veginn í kringum mannin sem að var frá einhverju Afrikulandi að uppruna og þetta er alveg svona, þetta er svolítið sláandi. Já og svo líka eins og þessar fréttir af manni sem átti að vera með sveðju eða sverð einhverstaðar í miðbænum og samkvæmt varðstjóri lögreglunar þá var hann með eitthvað og hann var að leika svona listir og hann var ekki að gera neinum neitt og ég held að hann hafi bara hreinlega verið að reyna að skemmta þarna vegfarendum en þetta var allt í einu orðið maður með sveðju sem að lögreglan var ekki að skipta sér af og þá leiðandi var skjöldur Íslands mjög svona umhugað þetta mál sko. Akkurat. Og en það er svo skrítið sko að það náttúrulega það er en maður tengir þetta svona kannski þjóðfélagsástandinu eins og þú veist að myndast ég sá það í fréttin til að myndum daginn að það væri bara sko 20% þeirra sem að sem gæti keypt sér íbúð til að mynda í Reykjavík í dag þetta væri svipa ástand og eftir hrun og svo á svo margan hátt hafa kannski stjórnvöld daldið sko brugðist almenningi þeir sem að eru við völd þú veist það eru þeir sem ráða daldið í stefnuleysinu eru landeigendur, kvótaeigendur, fjármagnseigendur. Maður sér þetta húsnæðismarkaðurinn sem var algjörlega, þú veist, markaðsvæddur frá mér sko árið 2000 og staðan er eins og hún er í dag. Og ég man eftir hrun að þú veist að það mynda svona ákveðin sko tómarum líka í reiðinni, þú veist þegar fólk er orðið óanægt og ég veit að nú er þetta ríkisstjórn eru þetta að reyna að bæta svo margt eða alla, þú veist, þessa innviðaskuld og þvíumlíkt. En þá til dæmis fannst mér rosalega merkilegt að Jóngnar stökk til með bestaflokkinn og fór að lofa öllu fögru og þú veist og tala íspilni og eitthvað svona. Að meina hefði við svo auðvelt að fylla þetta tómarum upp með einhvers konar neikvæðni sko. Og svo eins og í dag að þú veist að þá er meira svona ég meina þó við höfum alveg ágætt á Íslandi þá er náttúrulega sko misskipting búin að aukast mjög margir sem að er ekki ennþá búin að jafna sig í raun og veru eftir hrunið og og líffólk svona eins og þessar fréttir sína þetta var frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þessar tölur að þá
og svo eru, þú veist, 700 nemendur sem eru búin að útskrifast á grunnskóla sem komast ekki inn í til að mynda iðn- og tækniskóla og ég veit það ekki, það er líka stundum að þegar, eins og við þekkjum alltaf, að þegar eitthvað svona óánægja í samfélaginu meðal svona venjulegs fólks sem að til að mynda formaði samfélkingar var mikið meira að reyna að ná til og fór út allt ál og allt land og talaði við venjulegt fólk í augnhæð eins og var talað þess að reyna að ná til þessa fólk sem að hefur fundast á orðið aldrei út undan og þetta sem maður náttúrulega líki í Bandaríkjunum og þá kannski, þú veist, akkurat finnur gremmin og reiðin sér ákveðin farveg líka, akkurat í einhverjum svona hópum, ég meina þetta er, þú veist, þetta er alveg þekkt, ekki satt. Jú. Og síðan það sem að ég náttúrulega hafði orðið þegar ég var eitthvað tjá með þetta eins og samfélagsmiðlum er bara að mér finnst líka bara, þú veist, ef maður tekur allt sem að auðvitað miðflokkurinn, það er bara hreinlega komin auðvitað flokkur, þú veist, á þing sem að talar ekki manni en stjórnleysi og þannig að ég bara googla til þess að sjá, þú veist, hverja fréttina á fætur öðrun, þessi fjölmiðlar lepja upp eftir þeim að það ríti stjórnleysi á landamærunum og ógna íslenskum gildi og menningum og það þurfa að taka á þessum málum. Það sem að mér þykir svo áhugavert í þessu er að dómsmálaráðherra hún talar svo litið inn í þessa orðræði. Og ég ætlaði einmitt að segja það sko, síðan kjáma hinni flokkarnir og það er farið að tala svona hluti eins og til að mynda, þú veist, innan samfélkingarinnar í aðdraganda kosninga stolta þjóð. Svo þarf að útskýra það rosalega mikið fyrir fólki hvað það átt við með stolt þjóð út af við tölum þjóð og þjóðríki og þjóðabrot og til að mynda eins og manneska frá Palestínu sem kemur sem úlingur og er dökk og hörund og annar á trúar heldur en kristinar, hún spyr bara býttu, er ég hluti af þessari þjóð og það er svona þetta er orðið svona alltaf leikur að eldi og þetta er svona með ákveðum ásetningi haft svona óskýrt í raun og veru og þá er að segja nei, við hefum getað verið stolt af því meðal annars að taka vel á móti flóttafólki og umsækjum alþjóðlega vernd og standa við baki á innflytjendum, þá er farið að útskýrta með þessum hætti en þú veist, maður og eins og til að mynda þegar að sko mér varst merkilegast var auðvitað þegar að Ísland þvert að flokka og þeir leyfa sér að segja þvert að flokka að mæta, sko það var þetta sjálfstraust út af þetta er ekki fyrst skipti sem koma fram svona hreyfingar. Þetta er fyrsta skipti sem að sér þetta sjálfstraust að mæta á Austurvöll og með íslenska fánan blaktandi og vera svona sýnilegir í staðan fyrir að vera bara á netinu og fjölmiðlum og síðan alltaf kemur skjöldur Íslands og auðvitað merkið þeirra og letugerðin, þetta er allt tilvísanir í járnkrossin og krossfarana og Breivik. Ég fekk upplýsingar letugerðina sem að er bara notað af nazistum og nýnazistum og hefur verið gert. Þannig að þetta er svona úthugsað og það eru fyrirmyndir að þessu á hinum Norðurlöndunum, Noregi og Finnlandi. Þetta eru svona nordisk, svona einhver svona víking, svona kraftmiklir hvítir kallar sem er einhvern veginn að bjarga konunum sínum frá vondu útlendingunum. Þetta er þannig að þetta þekkist alveg. Ég meina, sko, hvernig horfir þetta við þér? Sko, persónlega, þetta kom mér í raun og veru ekki mikið óvart. Mér finnst þetta fyrir sér og ég myndi tjá mig það. Þetta er bara eitthvað sem ég held það er rúmt 1,5 ár síðan þegar heimildin held ég hafði samband við mig hvort ég væri til að koma og tala við þau og að teki stutt viðtal. Og ég nefni þetta þar þegar fólk var að mótmæla eða vildu fá fólk frá Gaza hér til landsins og voru tjaldbúðir eins og einhver orðaði og það var mikið umræða slíkt og svo allt í einu kom forsætisráðherra og tjáði sig með einhvern veginn
í þá átt, já, bara einhvern veginn, já, eins og orðræðið í dag og búið að vera í nokkuð tíma. Það er svona blési í flautuna, hundaflautuna. Já, akkurat, og setja svona alla þessa hópa einhvern veginn saman, þú veist, bæði hælisleitendur, flóttafólk, svona að gefa tónin eins og þetta væri svona, já, við þurfum að taka á glæpamönnum, þú veist, og eitthvað svona, já, svona óbein, svona tilvitnun. Og þá hef ég varað við, einmitt, þá tók ég einmitt að ég hrætt við þessu þróun vegna þess að ég hef séð hana í mínu heimalandi, þegar svona ákveðni hópar að fara svona að tala með þessum máta. Þetta byrja yfir mjög saklaust og oft í svona dúlbúning, þú veist, eins og öryggi, eins og þetta, þú veist, að við erum að verja eitthvað og við erum að taka eitthvað frá hinum og allt þetta, þú veist. Það er alltaf að vera að tala þessu gildi. Akkurat, en svo var ég í podcast í síðustu viku og var einmitt að tala það, ef við erum að tala samfélag þessi gildi sem við viljum verja á Íslandi, sem lýðræði og frjálslyndi og þetta allt, þá þurfum við þá að fara eftir því það sem við ætlum að gera. Og grunnstöð frjálslyndi sem umburðarlyndi mjög mikilvægt til þess að við getum sagt bæði málfrelsi að geta verið eins og við erum, til þess að geta sagt að við búum í frjálslyndu samfélagi, getur verið hvað trúa sem við erum, líta út eins og við viljum, allt þetta. Og síðan frjálslyndi undirstóð fyrir lýðræði. Þannig þarna sjáum við keðjuna sem við förum ekki einu sinni sjálf eftir en ætlumst til þess að aðrir gera það. Þannig þetta getur verið flókið fyrir fólk sem koma frá öðrum löndum og allt í einu komið, þú veist, á þann stað og vilja komast í lönd sem eru náttúrulega lýðræði og umburðarlyndi og svona. Og því mætir einhver hópur manna sem alla taka lögin í sína eigin hendur, að því þau upplifa, ég ger ekkert lítilega á þessari upplifun, þau geta verið hrætt og allt þetta. En þetta ekki rétt leið og það sem ég tekið undir með þér, sem þú sagði áðan, að mér finnst ekki nóg mikið, ég búið að bíða líka að stjórnvöld segja eitthvað þetta, en þau ætla ekki að gera það. Nei. Þau gerðu það var augljóst í síðustu kosningum þegar þeir voru að draga svona svolítið lappirnar og ef við skoðum bara hvað gerðist fyrir ári síðan á þingi þegar útlendingafrumvarpið var til umræðu. Píratar stóðu einir í því að ræða það. Flokkarnir eins og Viðreisn og Samfylkingin, þau eru þau drógu sig hlé og sátu hjá og því þau voru ána með sumt en ekki annað og ákvaðu að taka ekki afstöðu. Síðan myndast þetta tómarum. Píratar detta út af þingi, Samfylkingin og Viðreisn eru ekki eins áberandi í þessari umræðu. Þeir tala öryggi, við þurfum að verja, við þurfum að koma í fjölga lögreglumönnum að því hér eru brota starfsemi eða þú sem alveg, þú veist, við skulum bara vera heiðarlega hreinskilin með það, en það hefur ekki beint, þú veist, engin afstaða gegn ofbeldi, gegn að við ætlum að ekki stíga á þetta, að við ætlum, það verðist vera alltaf engin fordæma, að við séum að stofna hópa sem geta verið mjög svona að mörgum að vera fara, hvað maður segir, hvað þau ætla að gera, þau hafa náttúrulega ekkert gert hingað til en í hvað það stefnir miðað við þróuna hingað til og annar staðar eins og við vorum að ræða. Þú veist, munum við sjá hér þá að þessi menn taka völdin, munum við sjá að þau eru að beita fólki með dökka hörund, ofbeldi eða jafnvel að þau fara taka á þessu ástandi, hvað sem það að þýða. Þetta alltaf stór hættulegt lýðræðinu. Og erum við tilbúin til að taka sénsinn á þessu? Akkurat, og þess vegna finnst mér stjórnvöld þurfa að taka bara skýra afstöðu gegn slíkum hópum
vegna þess að hér búum við réttaríki og ef það eru menn, hvort sem eru erlendir eða íslenskir eða konur eða þar að segja afbrotamenn, ef þeir gera eitthvað brjóta af sér. Við erum með lög og reglur sem gilda hér í landinu, þannig það hefur enginn komist undan því. Þannig við þurfum aðeins að hugsa líka í stærra samhengi. Hvað gerist ef við fordæmum ekki slíkt, ef við tökum ekki skýra afstöðu? Hvað næst sem myndi gerast? Og mér finnst við höfum svolítið verið alltaf svona eins og ofta í Íslandi, við erum alltaf búin náttúrulega í tiltölulega öruggu landi, einn af þeim örugustum áreiðanlega í heimi og ekki með her. Hvað hefur það áhrif á þessa þróun? Erum við þá örugg ef við eigum von á að einhverju svartklæddir menn miðjanótt alltaf áreita mig að því þau heyra mig tala með hreim. Þú veist, upplifa sig ógna mér að því tala með hreim að því þau eru hrætt við eitthvað sem ennþá ekki endilega vandamál á Íslandi. Heldur orðræða þannig. Og það engin heldur á stjórnvöldum að leiðrétta þessa orðræðu. Nei. Við skulum tala eins og ég sagt bara oft, við skulum taka umræðu hælisleitendur, hversu gott og hversu marga við eigum að taka. Við skulum taka umræðu flottamenn, hversu mörgum eigum við að taka. Við skulum taka umræðu innflytjendur, hversu mörgum við eigum að taka. En ekkert af þessu að stjórnast af þessum aðilum. Þau ekkert við völd. Innflytjendur ekkert við völd, ekki hælisleitendur, ekki flóttafólk. Það stefna stjórnvalda sem svolítið stýri því hvernig við getum gert hlutina á Íslandi. Og það finnst mér líka mjög athyglisvert að við viljum alltaf fara að horfa til Norðurlandana þegar kemur að framfylgja stelpnunni eða gera eins og í öðrum Norðurlöndum, allt leið með það, bara flott og velgert, en gerum það, yfirfærum það sem velgert, en ekki fara í sama far þar sem hefur ekki tekist vel. Já, ég vil einmitt taka undir það að það náttúrulega var jákvætt þegar forsætisráðherra sagði þegar Ísland þvert að flokka kom saman og það náttúrulega kemur svona einhver ónæði sem fyrir að beinast að þessum hópi sækjum alþjóðlega vernd, flóttafólki einkum að þegar beina gagnrýni sína stjórnvöldum. En það sem mér finnst vanta og sammála Jasmínu með það, mér finnst vanta að það þurfa að stíga svona fasta djarðar og fasta niður fæti og segja að það sé ekki ásættanlegt að vera með neinum hætti, þú veist, að tala niðurlægandi eða niðrandi fólk eða ráðast af fólki eða þú veist að gera þið lífi leitt, bara einfaldlega sem auðvitað allt löglega og búsett og en auðvitað þú veist, í sambandi við að taka þessa umræðu umsækjendur alþjóðlega vernd og flóttafólk, ég meina það líka bara svo mikil upplýsinga óreiða. Ég held að fólk viti bara mörguleiti ekki hvað það að tala einmitt að koma inn á það, þú veist, að það svo, þetta látið svo mikið viðgangast. Eins og þessi Sigfús sem fer svona talsmaður Ísland þvert að flokka þegar ég hlusta eins og viðtal við hann og ég bara svona tók það alveg í sundur lið fyrir lið og veist staðrindavillurnar í þessu öllu saman tenging á milli flóttafólks og afbrotamanna sem þú veist þessi gamla svona brella sem að einhvern veginn alltaf Benedikt gerði mitt þannig við tjald húðirnar og þvílíkt þannig að þú veist að og ég meina eins og ég segi, það var á sínum tíma þarna félag sem að einhverju bræður undir Eyjafjöllum sem stofnuðu eitthvað svona félag Ísland fyrir Íslendinga og varaformaðurinn hann var í viðtal við DFF og fór niður þetta orðum Afriku fólk og hann fekk ákæra á sig fyrir að hafa brotið hegningalögin þessa klausu sem að bannar þvílík orðræðu og hann fekk fésett í héraðsdómi og hann áfrið og hæstir réttu þrefaldaði fésektina. Þarna var verið að senda skilaboð. Þetta ekki ásættanlegt og í talandi ábyrgð stjórnvalda þá náttúrulega hefur verið mjög lengi
ekki í farvatninu að gera einhver aðgerðaáætlun samt að takast á við hatursorðræðu og það var hérna bara freka fýtt fundur sem fjallaði einmitt þessi mál, ekki svo fyrir löngu síðan á vegum einhvers félag sem mann og ekki hvað var eða félagsamtaka en þá meðal annars einmitt kemur þetta í ljós að þetta strandaði meðal annars á því að það hefur ekki náðst að saman skilgreiningu að hvað felist í sko hugtakinu og hvers konar athafnir þetta séu og svo framvegis. Þannig að þetta náttúrulega ókvæðlega þróun og eins og segi þetta vel skipulagt. Það hefur alveg einhver fyrir, auðvitað þetta alltaf mikið copy-paste sko, þú veist, og merkin, en þú veist, Við reyndum hérna yfir fréttirnar bara áður en að þið komið hingað inn í hljóðverið og það var mikið, við vorum að tala þetta ljósmæðrafélag Íslands kannaðist ekkert við ásakanir Stefáns Einars sem alveg svona prominent fjölmiðlamaður á hægri vængnum. Hann sko, það sem að menn eru farnir að leyfa sér til þess að búa til einhverju svona úlfúð og andúð og það orðið svo mikið, það orðið svo yfirgengilegt og kannski þessuna saknar maður svolítið að heyra einmitt frá dómsmálaráðherra sem mjög dugleg á samskiptamiðlum. Hún póstar og byrtir þar hverja fæslun og fætur annari. Hún byrtir grein í dag þar sem við talaðum brottfararúrræði og þessi komið í samráðsgátt að skima fólk á landamærum og þannig að það bara áfram verið að tala inn í þessa sömu skökku orðræðu en alltaf án þess að bregðast við öllu þessu hatri. Og nú þekki ég mikið af fólki, brúnfólki, innflytjendum, hælisleitendum sem að búa í íslensku samfélagi og bara gera það bara mjög vel, sko, það þorir ekki út. Nei. Auðvitað þetta ókveikjandi og ég meina, ég bara líka, en þú talar dómsmálaráðherra og það sem að gerast þar. Það auðvitað alveg sjálfsagt að skima og ég meina, þú veist, það alþjóðleg brotastarfsemi og hún hefur ekkert með þetta málefni í sjálfu sér að gera. Það hefur með það að glæpasamtök hafa notið mjög góðs að Schengen og þú veist, það bara, það orðið miklu einfaldara að vera með einhver alþjóðlega glæpastarfsemi þú þarft ekki að sýna vegabréf okkur einsta landamærum. Þannig að það bara sjálfsagt. En að tala þetta í sömu andrá og maður ræðir brottfararar úrræði sem eru flóttamannabúðir. En að tala þetta í sömu andrá, það ámælisvert og það því miður allt og mikið gert. Og eins og Jasmína var að koma inn á, ég meina ég líka bara á þeirri skoðun að ef einhver fyrir mér að sér að þá eru dómstólar og þú fer bara með þín mál fyrir rétt og það hefur reynt á þetta að vísa fólki sem með alþjóðlega vernd í burtu eða fremur einhver alvarlega glæpi og það þarf náttúrulega fyrsta leið að skilgreina það og það hefur bara, þú veist, eins og í Bretlandi en það náttúrulega alltaf, það verður alltaf réttarhöld út af því að það þarf að fulltryggja það að viðkomandi fyrsta leið sem á að vísa þá eitthvert aftur til upprunalandsins eða eitthvert annað að njóti þá mannréttinda sem að eru við líði og ég meina svo getur þetta líka verið réttindamál að fólk fái að afplána í heimilandinu sínu, þá ég ekki að tala kannski hælisleitendur endilega eða flóttafólk, þá ég að tala kannski bara fólk sem að kemur utan Schengen úr öðrum löndum og eða úr Schengen að það fái að afplóna í heimalandi. Það mjög algengt líka, það eru margir og þú veist, maður þekki það að fólk í farbanni út af því að það verið að rannsaka mál og svo ferða það dóm og svo ferða á afplána dómin í sínu heimalandi og þú veist, það er bara í farbanni þá til dómurinn kemur en það allt annað að vísa fólki sem hefur fengið alþjóðlega vernd aftur til þess land þaðan sem er að flýja vegna þess að það er brot á mannréttindasáttmálanum. Já, það náttúrulega orðið miklu flóknara mál. Og það náttúrulega nokkur ríki meðal annars Danmörk sem að þetta ákvæði í mannréttindasáttmála Evrópu sem að í raun og veru heimilar þetta ekki. Þetta í sjálfu sér flóttamannasamningu Sameinuðu þjóðanna frá 51. Hann var útvíkkaður til, hann náði náttúrulega upprunalega bara til Evrópu, svo hann útvíkkaður til allra landa í 67. En það mannréttindasáttmáli Evrópu sem í raun og veru kemur í veg fyrir það að þú getur bara brottvísað viðkomandi þú veist, án þess að nema uppfældum ákveðnum skilyrðum. En núna líka rosalega mikil umræða auðvitað þessi mál. Ég meina, Economist var bara með alveg sér umræðu
málefni flóttafólks. Þetta náttúrulega orðin þvílíkur fjöldi flóttafólks sem á vergangi víða. Já, bara í veröldinni, það hafa aldrei verið fleiri. Og fremdar ástand og í sjálfu sér í raun og veru bara mjög lítið hlutfall sem að fer alla leið til Vesturlanda og óskar eftir aðstoð það og þetta kvótaflóttamenn sem að Íslendingar hafa ekki tekið móti síðan 2019 en það í þeirri grein var meðal hans talað það að það ætti bara sérstaklega að fara að huga að því að setja upp meðal annars eins og hefur verið gert fyrir Sýrlendingana í Tyrklandi þar sem það sko sérst upp úrræði fyrir flóttafólk þar sem þau fá vernd og fæði og þvílíkt og síðan Tyrklandi bara borgað af ESB fyrir að sinna veita þessa þjónustu til flóttafólks og þeir náttúrulega gerðu þetta til þess að koma í veg fyrir það að Sýrlendingarnir færi eitthvað lengra inn í Evrópu. Þetta voru Þýskaland meðal annars búin að tóku við mjög mikið af Sýrlendingum og opnuðu á það og þá náttúrulega komu margir meðal annars frá Tyrklandi út af fólk auðvitað alltaf að leita eftir betra hlutskipti í lífinu og þvílíkt og náttúrulega flestir þeir sem eru umsækjandi alþjóðlega vernd og komast alla leið til dæmis til Íslands meirihlutin er bara mennta fólk það eru ekki þú þarft að hafa svo mikla bjargir og úrræði til þess að komast þannig að það er svona og ég meina með við mína reynslu sko þá þetta er mjög vel mennta fólk, það er alltaf vinna, það er Ísland hefur ekki þurft að bera neitt kostnað fyrir menntun. Af hverju einmitt tekur ekki, ég meina þetta eitthvað svona það sem að íslensk stjórnvöld ættu, þetta svona upplýsingar, ég meina við vitum þetta og margir þeirra sem að kannski hlusta á samstöðuna eru meðvitaður það sama, en þetta er einhvern veginn svona, manni líður svolítið eins og það þurfa að taka samtalið, augliti til auglitis við fólkum nákvæmlega þetta og það ættu stjórnvöld að gera. Það er náttúrulega alls konar áskorun og bara mjög stutt, svo vil ég lefa Jasmín að komast að Já, þetta er alltaf sem gaman að hlusta á því Magne. Það er mjög gott, já. En það er þetta sko, eins og stolt þjóð, hvað eigum við með því og ég hef notað þetta og tala þetta áður og við Jasmín meðal annars einmitt að við erum alltaf að leita fyrirmynda á Norðurlöndunum sem eiga við þann sama vanda að etja, þau eru svo einsleitt og þau kunna ekkert á fjölmenningu og ég er ekki að segja ég segi einhver sérfræðingur því heldur en það vil bara þannig til að ég ferðast til landa og búi í löndin þannig að maður kynni svona lífuna með dálítið öðrum hætti en Kanada, þeir gerðu það 1982, þá breytti stjórnarskrá og samkvæmt stjórnarskrá eru þið fjölmenningarleg þjóð þannig að þeir tala kanadísku þjóðina þá eru þeir að tala í raun og veru bara alla óháð uppruna eða trú og svo framvís og það er þetta mjög mikilvægt og ég verð að stoppa þig af því að það er verið að reka eftir okkur hérna frammi en það liggur á að tala aðeins mér Evrópusambandið en mér langar svo að spyrja þig Jasmína einmitt hvort að sko þú upplifir það sem blandar Íslendingur að þú fáir einmitt að finnast þú vera partur af henni íslensku þjóð. Já, mér hefur fundist það bara í öll þessi ár nema núna bara undanfarið. Já. Að því ég tók þessa umræðu í podcastinu í síðustu viku það er bara svona tilfinning sem svona myndast að ég er allt í einu núna að fara að heyra bara að drulla mig heim hvert ég er að tala ég ekki manneskja sem kemur á átökulundum vil ég horfa og hlusta átök hér eða lenda í þeim vil ég ég er búið að eyðileggja Íslands samfélag við innflytjendur búið að eyðileggja Íslands samfélag við viljum gamla góða Ísland þetta er sagt beint í andliti við mig, beint við mig og þetta hefur verið fólk sem ég þekki, þetta er ekki bara samfélagsmiðla, og ég finn alveg og ég tek undir með þér áðan þegar þú sagði að fólk finnur fyrir ótta. Mín hópur sem ég svona tala mest við, að það hafa allir áhyggjur af þessu og það hafa ekkit allir hvað maður segir, svona þykkan skráp að geta komið og tala þetta og sagt, herðu, nú verðum við að gera betur. Þannig að því þau eru hrædd og þessar sögursagnir þessi sagði þetta og þetta þykist vera að gerast þetta og svona
það eitthvað sem á heima svona eins og maður segir í slúðublöðum en ekki sem máleflegar staðreyndir að málefninu sem mjög flókið og viðkvæmt. Þú veist, við erum að ræða fólk sem jaðarsettasta fólki í landinu, sem hefur enga rödd, ræður engu, en við erum samt að saka þau og alhæfa heilu hópa fólks. Og þetta alvarlegt. Við höfum farið augljóslega þarna út á sporinu. Nú tíminn hlaupinn frá okkur, eins dásalegt að að tala við ykkur, þá verðum við að setja hér punkt. Magnea og Jasmína, takk ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þessi mál við okkur og við höldum áfram hér og ræðum Evrópusambandið. Það Gunnar Smári sem tekur við. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórafmæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Það Evrópusambandið, það hvort sem við viljum það eða ekki, þá verðum við að fara að ræða það því að við höfum nú verið að spáði hérna við rauðaborðið að það verið þjóðaratkvæðagreiðsla líklega á næsta ári. Það megi svona merkja það á hvernig ríkisstjórnin hegðar sér, að hún vilji kannski frekar flýta þjóðaratkvæðagreiðslunni sem kveðið á í stjórnarsáttmálanum, sem á að vera ekki seinna en 2027 en þá nú heldur stutt til kosninga. Þannig að það okkar spá. Við ætlum að halda því til haga svo við getum sagt hérna seinna í 12. só. Það sem við ætlum að gera hérna að reyna að ræða Evrópumálin fram og tilbaka eins og þjóðir gera þegar það eru þjóðaratkvæðagreiðslur. Hingað komið fólk sem nú allt svona Evrópusinnar eða ekki. Klemens Ólafur Þrastason, þú varst fyrrverandi starfsmaður Evrópusambandsins og aðstoðarmaður sendiherra og svo varstu blaðamaður og svo varstu tónlistarmaðurinn Klói líka ekki? Það rétt. Varstu kallaði Klói þú varst barnið? Já, reyndar. Það fínt nafn. Herðu? Kötturinn minn heitir einmitt Klói. Alls konar dengingar. Alla bestu skepnum heitir Klói, sko. En hafið þið hlustað á músíkina þess? Nei. Ég veit hana. Já. Dóttir Gunni var hrifin af henni og sagði þetta var eitt besta lag sem hefði verið hvað mann ekki fyrir hitti fyrir það. Já, Klói. Akkurat. Herðu, en hérna síðan, það Evrópu samtökin. Evrópuhreyfingin.
félagur og stjórn. Þú ert í stjórn þar, Dóra Magnúsdóttir, sem samskiptastjóri, og Magnús Árni Skjöld Magnússon, sem prófessor. Verið velkomin. Takk. Það velilegt að byrja að spyrja ykkur af því að við vitum að þið eru fylgjandi aðild Íslands að Evrópusambandinu. En þetta náttúrulega ótrúlega margflókið mál og kom kannski sérstaklega í ljós núna í heimsókn Úrsulu vandarlegin að þar verið að allt inn að tala svona öryggismál og eitthvað fleira sem hefði ekki verið í umræðinni síðast þegar Ísland var að sækja þá var það bara ekki nefnt. Þannig að þetta svona margflókið mál. Þannig ég ætla að fá að bara byrja á að spyrja ykkur og ganga hringinn. Af hverju ætti Ísland að ganga í Evrópusambandið? Sko já, ég sá einmitt að þú skrifaði einhvers þar að ég væri ákafur Evrópusinni. Já. Ég mjög fylgjandi Evrópusambandinu sem slíku, en eftir ég sé vannar lengur var þið alveg minna svona samfræður það að Ísland ætti endilega að ég reyndi þarna inn sko. Þú ert mjög hrifin af Evrópusambandinu en þú vilt bara ekki að við tekjumst því. Ég meina þetta að sjatna núna skilur eftir að ég fjarlægist sko. Það eru bara ákveðnir hlutir eins og þú veist Ísland myndi eiga þess kost að ég meina þetta miklu meira svo kallað fullveldi heldur við höfum núna að sitja við ákvarðanatöku í Evrópu. Þannig að EES-samningurinn sé eiginlega svo mikið fullveldis afsal, svo við tala nú eins og hægri maður. Ég ætla ekki að tala ítlum EES, það er alveg bara. En í honum felst það að við tökum að og þurfum að taka ýmislegt inn sem við höfum eiginlega ekkert með að segja hvernig ákveðið. Já, og sem betur fer, gerum við það. En ég að meina frekar að við myndum bara skemma fyrir Evrópu. Ef við sendum einhverja abeketti þessar gaur á Alþingi, til dæmis, ég meina, ef þeir eru allir farin að segja bara til hvort það að vera hvort það aðstóð Úkraínu og svo framvegis sko í stríðinu. Ég meina það ekkert allir á því á Íslandi. Morgunblaðið var mjög mikið á móti því mjög lengi að það eru margir Ungverjalandi sem eru á móti því líka. Það eru margir Ungverjalandi sem eru á móti því. Það eru margir Ungverjalandi, já. Og það er alveg svona, þú veist, einn og einn sem það er alltaf einhverju sem eru ekki sammála náttúrulega, einhverju. En já, ég fór að hugsa þetta, maður fær svona smá perspektíf og fer að hugsa kannski heildarhagsmuni Evrópu og þá fór ég efast bara það að Ísland myndi ekki bæta Evrópu. Að Ísland væri í raun og veru, við bara fínt, við fáum þessa frábæra löggjöf og við getum haldið áfram með okkar ósviði og Þetta er afstaða unglingsins. Að við tökum bara reglurnar á heimilinu. Já. Íslandi stundum eins og unglingur. Já. Þannig við ætlum ekki að vera þjóð meðal þjóða. Nei, ég meina það er allir, þú veist, það eru margir sem að vilja það, margir sem að vilja það ekki. En eins og segi, svo er ég núna, ég meina, núna er ég meira, þú veist, ég er bjartsýnni en ég var. Og ég veit að þetta náttúrulega, þú veist, þetta fyrir Ísland náttúrulega bara allt annað líf. En hvað gerur þú svona? Ég meina, já. Ég tala ekki bara heimilin landinu við efnahagsmál og svo framvegis sko. Það sem ég eiginlega meira áhyggjur núna eru samningar viðræðurnar. Við getum klúðrað þeim. Heyrðu, Dóra, af hverju ættum við að ganga í Evrópusambandið? Ég held að það sé út af evrunni fyrst og fremst. Út af efnahagsmálum. Ég held að það sé svo mesta kjarabót sem að heimilin í landinu venjulegt fólk getur fengið, það er að losna við krónuna og taka upp evru. Við erum bara, þú veist, ég held við höfum öll skoða samanburð íbúða húsnæði, kaupa íbúð hér, kaupa íbúð í Danmörku, þú veist. Ég og maðurinn minn, við keyptum okkar fyrsta húsnæði, litla kjallaríbúð í Vesturbænum, 92, svo fyrir við í blokk og svo í við stærra húsnæði með stóra fjölskyldu. Við eigum eftir að borga þetta húsnæði, við erum sannlega ekki búin að borga þegar við dreifust miðað við það við náum háum aldrei. Þetta er bara svo gjörsamlega út í hött, þessi vexta, þetta vaxta umhverfi venjulegs fólks á Íslandi og ég vil taka það fram að ég held ekki að evran ein og sér náum við að komast inn og taka upp evru og hún komi inn eins og álfkona með einhvern svona töfravönd en hún allavega myndi gera okkur kleift að losna undan þessu óeðlilega
vaxtaumhverfi sem við búum við og sem almenningur býr við og þannig geta orðið skref í áttina að við getum einhvern veginn bara venjulegan sparnað og greitt húsnað okkar á miðri. En ekki svolítið ósakjandi að taka danska húsnæðisvexti og segja að það séu Evrópuvextir, því að það ekki þannig. Það eru miklu hærri vextir á húsnæðislánum í Slóveníu og það sem veikar efnaður eins og hér, meiri sveiflur. Já, en nú erum við eitt ríkasta land í bara heimi, bara ekki rétt skipt. Við getum verið sammála það, en og ég, þú veist, þetta ekkert einfalt, það ekkert að segja við verðum eins og Danir eða við verðum eins og Írland, hvað þá Slóvenía, en við höfum forsendur, við höfum einhvern stökkpall. Grunnforsenda að skipta gjaldmiðil. Já, við höfum einhvern stökkpall að skipta umhverfið, þannig að þetta það sem ég held að skipta mestu máli. Já, maður samstanda þessu þetta, vegna þess að þetta voru aðalrökin kannski fram yfir hrunið. En það hefur ekkert verið sérstök sveifla á íslensku krónunni bara síðastliðin 13 árið eða eitthvað. Nei, en það breytir... Það eiginlega bara sveifla og á eurunni. En það breytir því ekki að aðstæður bara húsnæðiskaupenda eru alveg fáránlegar. Að vísu, þú veist, það alveg erfitt fyrir það erfitt fyrir ungt fólk víða að kaupa fyrir sitt fyrsta húsnæði, en það samt sem áður bara þetta með verðtrygginguna sem bara að ég held sér íslenskt fyrirbrigði. Það einhvern veginn, eins og ég nefndi á hann, það verður einhvern veginn stökkpallur til þess að geta búið til eðlilegra efnahagsumhverfi. Og það talað ég manni ekki alveg tölurnar, en þú veist, það talað að kosta okkur einhverja milljarða ári bara að halda út í íslenskri krónu. Við erum minnsta hagkerfi heimi sem heldur út okkar eigin gjaldeyri, eða sem sagt halda út í krónunni, gjaldmiðli, já. Þannig að þú veist, þetta ekki rök sem að ég hef einhvern veginn verið að velta fyrir mig bara frá því fyrir og eftir hrun, heldur bara frá því ég fór að velta þessu fyrir mig frá því ég fór í háskólan á seinustöld, lærði land- og stjórnmálafræði. Það svolítið galli við þetta sem að maður heyri frá Evrópu sinnum. Það þarf alltaf að vera miða við krónuna og hún hafi tapað svona miklu verðgildi sínu gagnvart dönsku krónunni síðan maður klofnaði frá henni og allt það. En málið að það hafa ekki neina sérstakar sveiflur verið á íslensku krónunni undanfarið 13 ár. Hversu mörg ár af þeim var Ísland með gjaldeyrishöft? Það fyrri hlutan. Já, ég meina, finnst þér það eðlilegt? Gjaldeyrishöft á þeim tíma alveg fullkomlega eðlileg. Já, en skilur, þú getur ekki sagt þessi stöðu krónu. Það ekki gjaldeyrishöft trufluðu mig eða venjulegt fólk ekki raskat. Það truflaði einhverja sem áttu feiknarlega peninga og þurftu að vera að flytja stóra fjármuni milli landa. Það truflaði venjulegt fólk ekki neitt og það var varúðar ástæður til að verja venjulegt fólk. Ég bara meina Þú segir gjaldmiðil til stöðu ef hann viðhaldið með gjaldmiðil. En þessi staða þurfum að vera að velja á milli. Það hefur ekki verið gjaldeyrishöft undanfarið 9 ár. En þessi staða að ungt fólk skulle vera velja á milli þess að taka verðtryggt eða óverðtryggð lán, þú veist, og geta borgað niður hratt og allt þetta. Þetta ekki umhverfi sem ungt fólk annars staðar í Evrópu, innan Evrópusambandsins að díla við. Magnús, akkur ættu að ganga í Evrópusambandið? Já, ég fullveldisinni og vil að Ísland siti við borðið þar sem að ákvarðanir sem að snerta það eru teknar. Og eins og staðan í dag þá erum við það í rauninni minna skrefa að stíga inn í Evrópusambandið svona fyrir alla okkar umgjörð að öðru leyti heldur en að ganga inn á evrópska efnahagssvæði var á sínum tíma. Og mér bara finnst eðlilegt að það sé einhvers konar lýðræðisleg umboðskeðja frá íslenskum kjósendum til þeirra sem að taka þær ákvarðanir sem að snert okkur hvað mest. Og Evrópusambandið nú einu sinni þannig að þar alveg skýr lýðræðisleg umboðskeðja. Við erum bæði með þar þing sem að hefur fengið sífellt meiri völd undanfarin ár. Við erum þar með samstarf ráðamanna í hverju landi fyrir sig sem að gengur undir nafninu ráðherraráðið, þar sem að þeir hittast bara hver ráðherra í sínu landi fyrir sig og ráða ráðum sínum, sem nú sennilega svona eitt valdamesta apparat sambandsins. Og ég tel bara að við þurfum að láta okkar rödd heyrast til og líka bara til þess að gæta okkar hagsmuna. Þetta svona
það að taka þátt í því að stjórna því umhverfi sem að við erum að öðru leyti nánast fullir þáttakendur í. Í öðru lagi að þá þetta nú þannig að við sjáum að Evrópusambandið það stendur fyrir mjög skýr gildi í heiminum í dag og þetta eru gildi sem að mér hugnast og mér finnst að við eigum Hver eru þau gildi? Að standa með þeim líka. Hver eru þau gildi? Og það eru gildi á borð við mannréttindi, inngildingu, lýðræði, umhverfisvernd. Ég veit ekki nema að í öllum löndum Evrópusambandsins eru stefnubreytingar stjórnvalda að þrengja að réttindum innflytjenda. Já, en þú verður að athuga það að Evrópusambandið hægri öfgaflokka sem er svipað að við erum að sjá hérna á götu. En Evrópusambandið er samstarf fullvalda þjóðríkja og það hefur ákveðin gildi sem slíkt. Og hefur sameinast ákveðin gildi og þetta eru þau gildi sem að það hefur sameinast og það þarf að gerast mjög mikið á vettvangi þjóðríkjana til þess að grafið verði undan þessum gildum innan Evrópusambandsins. Við sjáum að það þurfti einar kosningar í Bandaríkjunum til þess að gjörbreyta stefnunni þar í landi. Það mun ekki gerast innan Evrópusambandsins. Það getur auðvitað gerst innan einstaka aðildarríkjum Evrópusambandsins en það gerist ekki á einu bretti þar. Danir hafa gengið mjög langt í því að... Já, ég er að lýsa því af hverju ég er hrifinn af Evrópusambandinu sem apparati. Ég tel að það sé sá leikandi sem vilja frjálsa Katalóníu. Algjörlega. Það er allt inn í Evrópusambandinu. Já, það er alveg hárrétt, já. En leið ekki stefna Evrópusambandsins. Þetta er ákvörðun að taka ríkjana. Það bjargar ekki ríkjónum, Evrópusambandið, þessi gildi. En gleymdu því ekki að þetta er hins vegar sá staður sem að bæði ríkin við Miðjarðarhafið sem að voru að losa sig undan fasismannum á 8. áratugnum og líka ríkin sem voru að losa sig undan kommunismannum og járnhæl Sovétríkjana á þeim 10. og í upphafi þessarar aldar gengu inn í til þess að gulltryggja sitt lýðræðislega sína lýðræðislegu þróun. Og þar sjáum við til þess að Austur-Þýskalandi þar sem að einmitt í slíku svæðum þar sem að vonbrigðin með þann draum sem að fólki þar hafði sem að myndi gerast, að ekki fengi betra líf eins og fólkið í vestrinu. Vonbrigðin eru svo slík að það er einmitt vex fasisminn. Já, en það er í Pólandi heldur að ástandið þar væri betra ef þeir hefðu ekki gengið inn í Evrópusambandið eða ekki sameinast Vestur-Þýskalandi. Áðan gekk í Evrópusambandið. Nei. Það er ekkert að það líka saman lífskjörum fólks þar og... Ég er ekki að segja að það hefur rétt eða röng ákvörðun að fella Sovjetið. Ég er að segja að á þessum svæðum að þá er augljóst að það er mikil vonbrigði fólks með stefnu stjórnvalda og Evrópusambandsins sem birtist í sterku afli hægrisins og andúð gagnvart Brussel. En kjarni málsins er sá... Þú getur séð það í Þýskalandi, þá sér það bara skiptist eftir Austur- og Vestur-Þýskalandi. Kjarni málsins er sá líka að ESB... Það er ályktun sem að stjórnmálafræðingar út allan heim hafa dregið. Að því þeir voru í Evrópusambandinu þegar gengu eða þegar Þýskaland var sameinað að þá sjálf í fólki. Nei, Magnús var að lýsa því yfir að fólk hafi losnað út úr áþjón Sovétsins og fengið að fara inn í Evrópusambandið og það hefur verið draumur þess. Og ég er að benda á að vonbrigði fólks með þróun sinna samfélaga er slík að þetta eru vagga hægrisins og valdbóðsflokka eins og á sér stað í Póllandi, í Ungverjalandi, Alternative for Deutschland í Þýskalandi sem er akkurat á þessum svæðum. Það er alveg hárrétt hjá þér, Gunnar Smári, að margir auðvitað í þessum ríkjum vantreysta ekki bara Evrópusambandinu, heldur líka bara stjórnvöldum í sínum eigin heimalöndum og stjórnmálaflokkum og stjórnmálaöflum í sínum heimalöndum og við erum að sjá þar sem polariseininguna eða skautununa og við erum að sjá víða annar staðar. En skoðanakannanir sína nú, hafa nú verið svona að jafnaði að sína að fólk beri í þessum löndum meira traust til Evrópusambandsins heldur en það gerir til stjórnvalda í sínum eigin ríkjum.
En kjarni málsins líka sá að þetta samstarf fullvalda ríkja. Það alltaf verið að tala það að Ísland muni gefa upp eigið fullveldi en löndin ráða sér sjálf og það sem gerist útlendingaandúð aukin innan Danmerkur eins og þú nefndir og fleira, þetta tengist þá ekki nema Evrópusambandinu óbeint vegna þess að löndin ráða sér sjálf. Magnús lagði bara áherslu á þessi gildi. Já, og þau standa fyrir sínu og þau standa sem ákveði mótvægi gegn þessari þróun og það væri, held ég, tölvert verra ef þessi gildi væru ekki þetta virk. En þú veist, það er fasismi, uppgangur fasisma bara í heiminum því miður og það út af allskis hluti sem við ætlum kannski ekki að fara að krefja hérna, en Evrópusambandi getur... á Pólverja til dæmis. Já, Ungverja. Og þeir eru ekki að tala að fara út. Þetta er ríkja samband, þetta er ekki sambandsríki. Þú gengur ekki inn í Evrópusambandi og ert bara orðin þegn einhvers annars stjórnvalds. Eins og umræðan á Íslandi. Það er ekki gefið þessi gildi sem Magnús er að tala hafi áhrif á samfélagið sem að gengur allir. Það er löngu búið að gera það með samningum til dæmis. Hér? Já. En í þessum löndu sem við erum að tala eins og í Ungverjalandi eða... Sem voru að koma úr Sovétríkjunum. Sem að þessi gildi sem að Magnús voru að segja að fólk fengi með Evrópusambandinu að það dugar ekki til þess að koma í veg fyrir óæskilega þróun í löndum innan Evrópusambandsins. Ég meina ein og sér innganga Evrópusambandsins ekki það að það breytist bara allt þjóðfélagið og hafa að hugsa öðruvísi. Nei. Hins vegar þetta Evrópusambandið og það verður að draga það líka fram. Vettvangur fyrir okkur, borgarana í Evrópu, til þess að eiga samtal stjórnmál þessa hluti, til að mynda á vettvangi Evrópuþingsins eða borgarar geta líka tekið sér saman og komið með svo kallaða petition til Evrópusambandsins, jafnvel komið ályktunum á dagskrá Evrópuþingsins og framkvæmdastjórnarinnar með því að safna undirskriftum og það er svona citizen initiatives sem borgarar í Evrópusambandinu geta tekið þátt í. Þannig að þetta er auðvitað lýðræðislegur umræðu vettvangur líka og í sjálfu sér að þá er Evrópusambandið einstakt fyrirbæri í heiminum og það hefur aldrei verið svona fyrirbæri áður og það er að flestu leið, það er auðvitað ekki fullkomið, drottið með dýri og bara langt frá því og helgast auðvitað af því að tilurð þess og saga eru auðvitað flókin og samspil alls konar málamiðlana og tilviljana en enga síður að þá er þetta svona kannski, hvað ég að segja, ein merkilegasta stofnunin sem að okkur hefur tekist að koma á alþjóðlegum vettvangi vegna þess að hún er þó hún er ekki þannig að hún sé með fullkomið framkvæmdavald eða framkvæmdavald í aðildarríkjunum eins og ríkisstjórnir í aðildarríkjum en hún er þó með meiri áhrif á aðildarríkin og getur haft meiri áhrif á aðildarríkin heldur en allar þær alþjóðastofnanir sem við höfum áður búið til. Og það er gott fyrir okkur Íslendinga vegna þess að við erum smáríki, Ísland er smáríki eins og við vitum og síðustu 70-80 ár hafa verið sérlega góður tími fyrir smáríki eins og við höfum áður farið yfir held ég örugglega í þessu þáttum hjá þeim. Spurningin er hvort það sá tími sé liðin og þá þurfum við á einhverju skjóli að halda og við fáum það ekki nema annarkvort með því að halla okkur upp að sterkum nágranna eins og við gerðum að hluta til á þessu tímabili, við höllum okkur upp að Bandaríkjunum eða með því að taka þátt í því apparati sem að gull tryggir eins og hægt er í viðsjárverðum heimi að það sé farið eftir alþjóðlegum reglum og að stóru ríkin geri það líka til jafns við þau litlu. Þannig að við eigum að vera að verja Evrópusambandið og alþjóðakerfið, alþjóðadómstólinn, Sameinuðu þjóðirnar, það sé það besta sem að smáríki getur gert. Þannig að þeim ástæðum ættu við að leggja allt okkar á því að viðhalda þessum fjölþjóðlegu stofnum. Það er hagfellt fyrir smáríki að þeim sé viðhaldið, já. Og það er líka sem að komið fram hjá ykkur að mættilega segja að þið væru að sumuleyti takið undir gagnrýni Miðflokksins valdaafsal EES-samningsins, að það væri eiginlega betra að vera þá við borðið, að gangin í Evrópusambandið væri eðlilegt eftir að hafa samþykkt EES-samningi og verið eðlilegt að vera þar.
og þess vegna ætti umræðan eiginlega að vera hvort við ættum að vera inn í Evrópusambandinu eða bara utan samningsins. Langflest þau ríki sem gengu inn á Evrópska efnahagssvæðið sáu það sem tímabundna lausn. Já, en það eru lönd sem ennþá úti sem hafa tekið ákvörðun að vera þar. Það sem eitt sem dettur í það því að ég er að velta fyrir mér að því að við þurfum að ræða Evrópusambandið núna næstu misserin. Einn vandinn í þeirri umræðu það að Evrópusinnar koma og ræða svolítið það hvað Evrópusambandið ætti að vera eða vill vera. Og svo koma gagnrýnendur og benda á einhverja annmarka og verður þá að benda á svona raunveruleikann og gefa lítið fyrir hvað eins og gildi eða hvað við ætlum að vera. Kannski ættum við bara að hafa umræðin alveg tvískipta. Fyrst að ræða það hvað Evrópusambandið vill vera og svo tala bara í einlægni það hvort það hafi gengið eftir og hverju annmarkarnir í Evrópusambandinu. Ótrúlega spennandi umræða. Hérna, ég ætla ekki að taka allt orðið samt. Hvernig í öskupunum eigum við að hvernig Evrópusambandið verður? Þetta er vill vera. Já, vill vera, ég meina núna. Já, það er hérna, það er einhver draumur og það sem að mér er svolítið vandræði með að ræða við Evrópusinna að þá stundum maður að tala við fólk sem að vísa til þess sem að mann svona kannast við sem draumur Evrópusambandsins frá 10. áratugnum sem að ég held að enginn sé að viðhalda. Það er svona svipað að tala tveggja ríkja lausn í Palestínu, það er tómt bara að tala það. Sko. Þannig að hvort að þetta náða einhvern veginn utan það, hverjir eru möguleikarnir á því að hvernig Evrópusambandið myndi þróast, hvað það vill vera með forsetu sem eru núna, sem að vera þá þess sem við myndum vilja fara inn í. Og svo getum við rætt annmarka Evrópusambands og minnst að Evrópusinnar ættu að geta tekið þátt í þeirra umræðu eins og allir aðrir. Það er ekki eins og eitthvað sem haldið fram að við sem að fara að ganga inn í himnaríki. Mér langar til að grípa þetta ef ég má. Að því að sko á 8. áratugnum, 1970 eitthvað, 2 eða 3, þá var skrifuð áhrifamikil bók sem að hét The European Rescue of the Nation State. Og þá var því haldið fram að þetta apparat hefði komið þjóðríkinu til bjargar vegna þess að þjóðríkið hefði verið að komið að fótum fram, væri ófært að leysa alþjóðleg eða fjölþjóðleg viðfangsefni samtímans og þess vegna hefði þurft að finna upp eitthvað apparat til þess að vinna saman að því verkefni þó án þess að láta af hendi fullveldi þjóðríkjanna og það var í rauninni það sem gerðist. Evrópusambandið er niðurstaða þeirrar viðleitni og sko Evrópusambandið er líka með í sínum hugmyndabanka eða í sínu DNA eitthvað sem kallað er svona ever closer union. Það stefna því að það sé sífellt nánara samstarf og það er líka hugmyndin auðvitað á bakvið innri markaðinn að það verði meira flæði vinnuafls og svona þessa fjórfrelsis vegna þess að það er hagfellt efnahagslega, líka vegna þess að það er líklegt til þess að stuðla að friði, stuðla að einhvers konar svona samkennd Evrópubúa sem hafðu búið við 2 stórstyrjaldir á þeirri öld sem hættu stofnað á og menn vildu koma í veg fyrir að það endurtæki sig, skilur við, með því að stuðla að því að fólk kynntist. Nú, síðan auðvitað bara, er það þannig að veruleikinn mætir og veruleikinn er einfaldlega sá að þarna sitja í dag 27 fullvalda þjóðríki við borðið og þau eru bara svona til í það að láta af hendi meira af sínu fullveldi. Og það gerist ekki nema með það gerist auðvitað reglulega með svona einhverjum uppfærslum á samningum að eitthvað er gert, við þekkjum þessa samninga Treaty of Lisbon er auðvitað svo síðast eða Lissabons sáttmáli þar áður var reynt að steypa þeim öllum saman í einn sáttmála sem átti að heita stjórnarskrá Evrópusambandsins, það tókst ekki og en Evrópusambandið er à la carte. Svo de facto er það à la carte, það er að segja það er mismunandi hlutir fyrir mismunandi meðlimi og þó svo að þú fáir engan bjúrokrata í Brussel til að setjast í eitthvað viðtal og segja Evrópusambandið er það à la carte, það er bara the acquis, þú verður bara undirgangast það og allir eiga að fylgja sömu reglunum, já, í fullkomnum heimi, en það er ekki þannig. Þannig að þetta er munurinn á milli... Ríki og einstaklega svæði ef þröngvað inn einhverjum atriðum sem er hagfelld. Og þetta er auðvitað... Þannig þetta er svona drulluklessa getur við sett líka. Þú getur kallað það svo veitt. En ég er samanlega með þessu með upphæðu Evrópusambandsins. Það eru kannski helstu vonbrigðin
að Evrópusambandi, draumurinn Evrópusambandi, hugmyndafræðingarnir uppalega, þeir voru að tala um að gera þetta, þú veist, já, til að koma fyrir stríð og við að halda mikilvægi þessara þjóða, þú veist, sem eru, þú veist, í raun og veru allar, þannig sé smáþjóðir, að þú spáður í það, sko. Hvað geti þeirra einir? Það sumir með kjarnorkuvopn, en ég meina, þetta er ekki ríki sem eru að skipa Kínverjum og fleirum fyrir, sko. Nei, þetta er smáríki sem hafa hagað við að vinna saman. Draumurinn var sá að losna við þjóðríki, þessa uppfinningu sem hefur ekki skilað mjög mörgu góðu, þess að ég veit til, sko, að losna við þjóðríki og búa bara til eina Evrópu. Að búa, þú veist, já. Það er ekki stemmingin í dag. En þá komu forsetir á þeirra hinnalandana og þeir vilja náttúrulega halda áfram að vera kjörnir og hafa völd og blablabla. Og þú veist, endaði með því að byrjaði með Frakklandi og endaði með því að þetta varð í staðin fyrir að verða alvöru sambandsríki að halda þessu svona, að hluta til sambandsríki, hluta til ríkissamband, að hluta til bara goodwill, þú veist. Og þau má deila það gott að við höfum tekið gallana frá hvoru tveggja eða kostina? Ég menn það bæði, gallar sumstaðar kostu og gallar. Og það er ágreiningur og hann er vaxandi í Evrópu og að sumuleyti endurspeglar þetta bara bandarísk stjórnmál, að það eru stjórnmálaöfl í Evrópu sem að hljóma bara eins og republikanar sem vilja draga úr alríkinu og auka völd fylkjanna því að þannig að fólk geta bara tekið ákvarðanir í sínu lífi, bara í fylkjónum og það er afstaða Ungverja og Ítala, þeirri sem að stjórna á Ítalíu og það er kannski rekið ekki máli hartgarlega í Brussel, þannig að það er alltaf hættan á því að þessi hópur nái áhrifum inn í Evrópusambandinu og stoppi þessa drauma ykkar tveggja meiri samruna. Þannig að Evrópa vill fara saman en hún vill líka fara sundur. Eða þá að Evrópusambandi standi einhvern veginn í vegi fyrir þessari þróun, það er mjög erfitt að spá fyrir það, en Evrópusambandi sem slíkt er ákveðin hindrun á þessari vegferð fasismans, það er alveg á hreinu. En á hverju er mest í fasismin í Evrópu? Er hann það? Finnst þér það? Finnst þér það virkilega? Hvað með Bandaríkin? Í einu tveimur þorpum á Spáni. Eða bara í öllum ólýðræðislegu fasistaríkjunum. Já, nákvæmlega. Kína. Státtur við þetta. Uppgangur fasisma í Evrópu. Mest í fasismi heimi er hann í Evrópu. Uppgangur fasisma, já. Okay. Já, ég menna þú veist. Sveiflan er Bandaríkin líka. Bandaríkin eru skottast á eftir, sko. Er það? Sko, þetta hægar þar heldur í Evrópu? Nei, ég meina, þú veist, þeir eru að hittast bara á fundum hjá republikanum, Orbán og fylgjendur Trump. Já, mér langar sko... Og Farage er bara á myndu með Trump og svona. Þetta Trump að spyrja, hvað getið lært af þér uppgang fasisma? Ég er ekki en samt sem aður, hvað með öll ríkin þar sem þetta er ekki í gangi? Þú veist, ég myndi telja að Trump horfi til Evrópu, horfi til Ungverjalands, horfi til Tyrklands til þess að sjá það hvernig maður getur náð völdum sem fasisti í gegnum lýðræðislegu kosningar. Með gegnum kosningarnar þá byrja maður að brjóta niður stofnanirnar eins og átti sér stað í Pólandi, eins og átti sér stað í Ungverjalandi. Ég langar nú kannski til þess að benda á Evrópa sé eitthvað svona fasisma löndum þar sem þetta er ekki í gangi þá þetta sé ákveðin sveifla sem þú talar en það er bara fullt af löndum þar sem er bara fólk lifir saman í sátt og bara það er efnahagslegur uppgangur og þessi uppgangur fasisman er mun minna ábyrjandi. Þannig að þú veist, þetta er ekki allstaðar, þetta er ekki algjörlega. Sorglegasta dæmið í dag eru þetta Rússland og það, ég held að sko við höfum mist því miður af tækifæri til þess að sjá evrópskt lýðræðislegt Rússland sem að gafst kannski má segja á einhverju tímabili þarna í lok síðustu aldar og í byrjun þessarar aldar. En sko einhvern veginn glutraðist niður vegna þess að sko í stað þess að faðma Rússland og hlusta á það þegar það sko vildi nálgast Evrópu, að þá var frekar ákveðið að senda þarna inn einhverja bandaríska gangsterakapitalista sem að breyttuð í glæparíki. Það er vegna þess að Evrópa hefur ekki sjálfstæð utanríkisstefnu, heldur virkar eins og leppríki Bandaríkjanna. Já, hefur gert það. Og styrkur Evrópusambandsins hefur ekki hindrað það. Og sko það er vegna þess að við höfum sko illu hilli treyst á Bandaríkin sem okkar útvörð sem einhvers konar alþjóða lögreglu síðustu 70-80 árin
og ekki gætta því að vera með sjálfstæða varnargetu sem að hægt væri að beita með einhverjum þeim hætti sem að við myndum sjálf kjósa, öðruvísin að vera með Bandaríkin með okkur. En ef þú eru áhyggjur af utanríkisstefnu Íslands að þá til dæmis var einhvern tíma, það hefur örgulega breyst sko, en það var einhvern tíma til tölur það að Ísland tæki undir held ég bara 90% af öllum ályktunum eða tillögum Evrópusambandsins nú þegar sko, að það var fyrir 10 árum síðan sko. Þannig að var líka við vorum í þessum klúbbi áður en að Evrópusambandið mótaðist. Það vestur Evrópusambandið. Já, það var nú aldrei neitt sko. Það ég segi að við höfum kosið í takt við bara NATO-ríkin og Bandaríkin. Bandaríkin. Bara fylgt þessu löndum, Þetta kannski fyrst og fremst Bandaríkin. Útvistað utanríkisstefnu okkar upp í Valhöll sem útvistað utanríkisstefnu til Pentagon, meira minna. Passar. En það veikleikar Evrópusambandsins og það hefur ekki tekist að verða þetta, alþjóðlega afl. Ég meina Evrópusambandið í heimspólitíkinni sem að umbreytast núna er eiginlega sorglegt og ef við verðum heist 95 og varum að tala að þetta getur orðið staðan 2025 að í deilum sko Bandaríkjanna og Kína og BRICS-landana þá væri Evrópusambandið eiginlega valla player. Mér finnst þú vera aðeins að vann með Evrópusambandið sko hvað það er að það minnst að vera svona player í alþjóðapólitík. Sko, þetta hefur kannski ekki alveg verið, það hafa bara ekki verið þessar forsendur. Meiri virðingu heldur en flestum öðrum löndum, eða flestum öðrum landsvæðum. Ég meina það, þú veist, hann var að hóta sköttum og hann bakkar með þá, svo hótar hann eða tollum og svo hótar hann tollum aðra og bakkar ekki með þá. Hann segir þeim að nota 2% af landsframleiðslunni í hernað, síðan segir hann 5%. Aðeins sem NATO-ríki. Já, hann segir það. Já, hann segir það ekki við ríki sem eru ekki í NATO-ríki. Já, þau eru nú flest í NATO, ekki? Hvað kemur það Evrópusambandinu? En Evrópusambandi næri ekki að vera mótvægi. Þetta er Evrópusambandi að fara að vera mótið NATO. Evrópa næri ekki að vera mótvægi við utanríkisstefnu Bandaríkjanna inn í sína eigin álfu. En það hefur kannski hafa ekki verið þessar forsendur uppi sem eru núna, þannig að það hefur kannski ekki verið aðkaldið, það er bara breytt heimsmynd. Já, við þetta vorum með sko, þetta er skemmtileg saga sko, De Gaulle beitti neitunarvaldi gegn Bretum inn í Evrópubandalagið á sínu tíma tvisvar, 61 og aftur 67 ef maður rétt. Og sko í bæði skiptin var það út af því að þeir óttuðust að Bretar myndu vera eitthvað svona trójuhestur Bandaríkjanna inn í þessu apparati sem að sko De Gaulle sá fyrir sér að yrði sjálfstæður leikandi á alþjóða vettvangi en síðan í rauninni varð ekki og og kannski að hluta til vegna þess að Bretland kom þarna inn og hafði sín áhrif og sko það sem að Clemens sagði áðan með sko Ísland inn í Evrópusambandi, það er alveg klárt að við myndum auðvitað vera svona kannski að einhverju leiti svona þessi sko hluti að þessari skeptísku vitt í Evrópusambandinu, við myndum ekki vera svona, hvað maður að segja, samruna sinnaðasta ríkið innan sambandsins og myndum sjálfsagt svona frekar draga úr því að sko það væri eitthvað svona mótuð sameiginleg utanríkisstefna eða fullveldis afsalirði aukið. Við getum hafnað í að taka upp sjávarútvegsstefnuna, við getum hafnað í að taka upp sameiginlega orkustefnu. Við myndum væntanlega vera þar á báti með ríkjum eins og sko Svíþjóð og Danmörku, skilur mig, og Bretlandi eins og það var áður. En sko það breytir því ekki að þetta, sko, þegar þú ert með svoleiðis apparat þar sem þú þarft að ná samstöðu hluti að þá auðvitað er það svo að slagkraftur slíkra apparata er minni heldur en þar sem bara einhver forseti tekur ákvarðanirnar. Hins vegar er það þannig að því þú varst að tala áhrifaleysi Evrópusambandsins að Evrópusambandi hefur alveg áhrif á ákveðnum sviðum og áhrif Evrópusambandsins á efnahagssviðinu eru mikil og það er stórleikandi til dæmis á vettvangi alþjóða viðskiptastofnunarinnar þar sem að Evrópusambandi kemur fram sem ein heild og það er stærsti aðili að þróunarsamstarfi í heimi og nú eru Bandaríkin meira og minna bara að tekka sig út úr því geimi sko og þá er það bara Evrópusambandi annars vegar og Kínverjar hins vegar sko sem að
er að sinna einhvers konar svona þróunarmálum, sko. Heldur að Evrópusambandið og Kína geti haldið upp í alþjóða kerfinu sem að Bandaríkin byggðu upp? Ég hef miklar áhyggjur af því, eins og hefur áður komið fram í okkar samtali, að sko Bandaríkin séu að draga sig út úr því að halda með okkur upp í alþjóðakerfinu, en ég held samt að við verðum að reyna eins og við getum að gera það sem við getum til þess að halda lífi því, vegna þess að sko að valkosturinn við það er bara alltof skelfilegur. Það er kannski að komið fram hérna, við erum að tala ákvarðanir í heimi sem er ekki sérlega góður og horfir ekkert sérlega vel. Þannig að það er ekki í boði að taka hamingjusum ákvörðun. Og þá er samstarf ríkja kannski all góður kostur með við alternatífið. Já, ég maður lukkar að benda á líka annað. Það eru fleiri hlutir heldur en bara herstyrkur. Þú veist, það eru aðri hlutir sem Evrópusambandið er sterkt í. Það eru ekki sterkir herstyrk, sko. Ég er að segja það. Þú hefur mikið áhuga herstyrk, heyri ég. En ég er að tala um það að Evrópusambandið er til dæmis búið að neyða Bandaríkjamenn til þess að taka upp persónuverndarlög hér og þar. Leið að Evrópusambandið kom með mjög umfangsmikil persónuverndarlög, þá fórum menn í Kaliforníu og New York og síðan all Bandaríkin að krefjast þess sama. Og það fræg ræða á Bandaríkjaþingi þess að segja, akkur hafa Evrópumenn meiri réttindi heldur en við gagnvart okkur eigin fyrirtækjum. Þannig að það er núna að verða norm út allan heim, þú veist. Eins ég meina, í umhverfismálum og gagnvart fyrirtækjum munið eftir Apple snúrunum sem að allir voru að leita einhverju millistykki og einhverju dóti og henda þessu og það voru 1000 tonn af einhverju drasli sem fólk voru að henda bara til þess að geta verið með Apple-snúru af því að Apple vildi ekki nota snúru annars. Og samræmt roaming-gjald í Evrópu. Núna er allir með USB-C einhvern veginn og enginn kvartar undan því. Það var eitthvað sem að Evrópusambandið neyddi upp á Bandaríkjunum. Mér langar líka að benda á því ég starfa náið í svona tengt vísindafólki að það er mjög öflugur stuðningur við vísindastarf sem að mér er að segja að er ekki í Bandaríkjunum og vísindafólk í Bandaríkjunum er bara upp til að lopa miður sín. Og að flytja til Evrópu. Já, að flytja til Evrópu og þarna er... Og hefði Ástralíu. Já. Svo við nefnum dæmi. Það er bara komið fram við borðið að ég var að tala prófessor í Ástralíu sem sagði að það eru 2 eða 3 sem að vera að hafa sambandið en einhverju viku hvort það væri hægt að komast. Einmitt. Herðu, talandi það sem þú nefndir að menn í Bandaríkjunum hafa sagt akkur höfum við þetta ekki svona eins og í Evrópu og menn hafa í Bandaríkjunum verið að segja akkur höfum við þetta ekki eins og í Evrópu þar sem er almenn heilbrigðisþjónusta sem er borguð í gegnum skatta og kjölura og þá hafa hægri menn í Bandaríkjunum sagt að það er ekkert að marka vegna þess að Evrópa hefur komist hjá því að borga fyrir her og öryggismál og þess vegna hafa veitt peningunum sem að við borgum við höldum upp í vörnum fyrir Evrópu og þeir hafa eitt þessu við að byggja upp velferðarkerfi sem við því miðum eigum ekki. Við ætlum að redda þessu, við ætlum að setja kröfu á þau eða 5% af útgjöldum sínum, af landsframleiðslu sinni í hernaðaruppbyggingu og þá verður nú ekki mikið eftir að velferðarkerfinu í Evrópu. Þetta er náttúrulega breyting sem er fyrirsjáanlega verði í Evrópu. Ég er ekki að segja hún endi með því að það verði allt saman sótt í það að brjóta niður velferðarkerfið, en það er bara raunverulega hætta. Bandarískt velferðarkerfi er mjög dýrt heilbrigðiskerfi. Ég held að bandaríkjamenn sé að borga alveg jafn mikið, eða hið opinbera sé að borga alveg jafn mikið í bandarískt heilbrigðiskerfi og það er hér. En það er bara handónýtt. Þú veist, fyrir almenning sem að þarf að treysta á það, Það er vandamálið í Bandaríkjunum. Það er ekki það að það sé svo ódýrt eða það sé svo miklu ódýrara heldur en hjá okkur, Hins vegar þá er Evrópusambandið og Evrópa auðvitað svona einhvers konar lífsgæða stórveldi. Við búum við mestu lífsgæði í heimi. Það er að segja þegar kemur að ókeypis heilbrigðisþjónustu eða nánast ókeypis allstaðar. Í allri Evrópu. Við erum öll með svona evrópskt sjúkratryggingakort sem við förum með á milli Evrópuríkja með Evrópusambandsfánanum á í veskinu þegar við förum til Spánar. Og og við erum öll með meira og minna með ókeypis menntakerfi frá jafnvel nánast leikskóla eða grunnskóla, yngsta grunnskólabekk og upp í gegnum háskóla.
allavega þann valkost víðast hvar. Og allavega mikið niðurgreitt. Við erum með sko velferðarkerfi sem grípur fólk sem að verður. En ekki að þetta muni bresta með því að hver öll stjórnvöld og Evrópusambandið tekur undir það og Ursula von der Leyen var nú bara hérna að leggja áherslu á það að nú ætla Evrópuríkin að fara að verja 5% af landsframleiðslu sinni í hernað. Velferðarmál eru að miklu leyti einkamál aðildarríkja. Þau eru öllu leyti, meira og minna. Það ekkert aðildarríkjana sem efni á því að bæta 5% í hernað án þess að... Nú ertu aftur að tala NATO, þegar við erum að tala með ESB. Þetta er Evrópusambandið var hérna í heimsókn að tala öryggismál. Það ekki allar erlendar skammstafinir, það er sama eins og ákveðin. Evrópusambandið var hérna í heimsókn Evrópusambandið getur ekki skikka löndin sín til að auka 5% til varnarmál. Þau geta ekki sagt bara núna eigið þið öll að gera þetta. hafa nú heldur betur eitt peningum til varnarmála í gegnum tíðina. En á þess að brjóta niður velferðarkerfi. Þetta er ekki að fara þetta er ekki að fara að ríða velferðarkerfum Evrópu að fullu. Nei, ég óttast ekki. Ég held hins vegar að það sé nauðsynlegt fyrir að því að það er eins og ég talaði áðan, valkosturinn er miklu verri. Hérna koma menn eins og ég skil ekki umræðu síðustu daga. Til dæmis Sigurður Ingi kemur fram hérna í fyrradag og talar að við séum að ganga inn í eitthvað stríðsbandlag. Að því við erum að tala við Evrópusambandið um varnir og öryggismál. Í breyttum heimi. Stríðsbandalag. Evrópusambandið. Kannski er Sigurður Ingi bara friðarsinni og trúir því að við eigum að leita diplomatískum lausnum en ekki bara hernaði. Mun ekki ráðast á neitt ríki að fyrrabræði. Ég get alveg lofa þér því. Það er ekki að fara að gerast. Evrópusambandið er að hyggja að vörnum sínum vegna þess að í næsta nágrenni við okkur er aggressíft fasistaríki. Þar sem að fólk er fangilsað fyrir skoðanir sínar og látið hverfa, hent út og glugga á þriðju hæð fyrir að hafa skoðanir sem að hugnast ekki leiðtoganum. Það verið að handtaka gamlar ömmur í Bretlandi. Ertu að líka Bretlandi sama við Rússland? Ég er bara að segja að það er verið að handtaka ömmur bara núna í okkar bakgarði fyrir það að tala gegn þjóðamorðinu í Gaza. En það er ekki stefna Evrópusambandsins. Það er inn í Evrópusambandið. Bretland er nú ekki í Evrópusambandið. Má ég benda líka það að Spánn og Írland sem hafa staðið fremst í því að mótmæla ástandinu í Gaza eru líka í Evrópusambandinu. Það Evrópusambandið er ekki með stefnu. Já, ég meina Evrópusambandið er ekki með stefnu. Langflestir utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna skrifu undir þessa yfirlýsingu sem Þorgerður Katrín var að skrifa undir núna í fyrradag ástandi á Gaza. Sem er enga síður með því sterkara sem maður hefur heyrt frá þessu fólki og það er hugsanlega fyrsta skrefið í áttina að eitthvað verði gert. Innan Evrópusambandsins eru þetta ákveðnar hindranir í vegi fyrir því að Ísrael sé tekið og kjöldrið og það er bara mjög stór ástæða fyrir því og það er Þýskaland og helförin, skilurðu. Og Þýskaland hefur bara einfallega litið svo á að Ísrael væri eitthvað svona, happy ending á því þeirri affiru allri. Augljóslega er röng niðurstaða. Já, sem er auðvitað röng niðurstaða í ljósi þess sem það er að eiga sér stað núna. En þessi meinloka í Þýskalandi stendur í vegi fyrir því að Evrópusambandi geti beitt sér sem afl, pólitískt afl á vettvangi alþjóðamála gegn Ísrael í þessari stöðu eins og er í dag. Þess vegna sjáum við aðildarríkin vera að beita sér hvert fyrir sig. En ég var að tala líka Rússland. Ekkert Evrópusambandsríki er í aggressífu árásastríði gagnvart nágrönnum sínum. Og það er ákaflega ólíklegt að þó svo að Bretar sem eru nú reyndar ekki lengur í Evrópusambandinu hafi verið að skilgreina einhver samtök sem að brutust inn á herstöð og slettu málinga á einhverjar herflugvélar sem hryðjuverkasamtök. Ég meina þeir skilgreindu Landsbankann sem hryðjuverkasamtök á sínum tíma okkur Íslendinga. Þannig að þeir verðast nú fara dálítið frjálslega með það hugtak. Að þá eru þeir eru ekki í árásastríði gegn nágrönnum sínum. Þeir hafa vissulega verið það í gamla daga. Land hafa verið í Afganistan, í Írak, bombardera Líbíu. Það vantar ekkert upp á árásagirnin í þessu landum. Evrópusambandið er samstarf þessara landa. Það er ekki svo Evrópusambandið, það hafi ráðist inn í Írak. Og það verður að gera, það verður að greina það milli. Heldur þess að við myndum hafa meiri áhrif á það hvort að Evrópusambandið
ríki innan þess hvernig þeir haga sínum varnarmálum eða árásamálum, heldur að höfum meiri áhrif á það utan ESB eða hvað verður við meiri þáttakandur? Nei, við getum bara farið með umræðuna til þess að hafa áhrif. Þetta spratt bara því að Magnús var að tala um gildi, sem að Evrópa stæði fyrir ykkur gildi, mannúðar og samvinnu og friðs. Ég bara efast að það sé þannig í praktík. Já. Og að benda á þessi ríki sem En það sagði hann líka mjög skýrt að Evrópusambandið ekki fullkomið lífréttindi inn í löndum eins og í Þýskalandi. En ekki betra að það standi þú allavega fyrir þessi gildi og stefni að þeim heldur en það gerir það ekki? Og ég vil líka benda á að það stendur ekki til að við sem að sækjum í Rússlandi. Nei. Herðu, við sem hópur, þessi 390 sem við erum, þurfum að fara í gegnum umræðum Evrópusambandið. Og þetta svona oh my god, það verður gaman. Já, það eiginlega við langar til þess að við getum bara velt því aðeins fyrir okkur. Þú varst með svona efasemdir það að við getum haft góð áhrif á Evrópusambandið ef við færum hann inn og líklega það því að við erum þraskjörn og hættu til þess að deila einhver aukaatriði og aldrei ná utan aðalatriðin. Þannig verður líklega umræðan Evrópusambandið. Alveg pottet. Hún verður bara keppni í því. Einhverju munu flagga þið fáið bara lægri vexti ef við komum ekki að Evrópusambandið. Einhverju munu tala um stríðsbandalög og fasisma. Það eru þetta ótalangar á þessar umræðu. Og fullveldisumræðan. Málið það að Evrópusambandsumræðan hún snertir svo mikið tilfinningafólks. Og þess vegna verður hún oft eitthvað svo ykt og kannski okkar mati hérna hvaða tilfinningar eru það? Já, það er þessi, mín túlkun er svo að það er þessi tilfinningarlega umræða fullveldi og afsalt fullveldi svo við séum að gefa eitthvað frá okkur og þetta virkilega snertir hjarta fólks. Og þú veist, og mér finnst alveg sjálfsagt að virða þær tilfinningar þó að ég sé ekki samanlega hvaða fullveldi væri það? Ertu ekki að vísa í umræðu sem var það að Evrópusambandið myndi koma og krefjast þess að gúrkurnar væri með einhverju tilteknu lagi? Nei, ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um það, ég held bara að það sé meðal ákveðins hóps fólks á Íslandi hræðsla við að við gefum frá okkur fullveldið og ég held að þetta sé svolítið tengt því að svona eitthvað sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og íslenska lífveldið til dæla nýtt, það er 81 árs gamalt og eitthvað og við bara eftir alla þessa baráttu og alla þessa rómantík sem þessi sjálfstæðisbaráttu er vafin að við bara í einu vettfangi gefum þetta frá okkur óháð því að við á þeirri staðreind að við erum nú þarna inni í andirinu og höfum verið í áratugi. En ekki þá ekki að vera meiri andstæða við til þess kaup auðkýfinga á fjöllum og jörðum og ám og fleiri á Íslandi ef þetta væri raunverulega. Persónulega myndi ég vilja að það væri löggjöfin að það væri herta reglur um þessa hluti og það er okkar en ekki Evrópusambandsins að breyta því. Sko ég held að ég óttast ekkert umræðu á milli alvöru manneskja á Íslandi kosti og hugsanlegan ávinning eða ágalla á því að ganga inn í Evrópusambandið. Ég óttast hins vegar það að þessi umræða verði full af alls konar rangindum og falsfréttum og rússneskum bottum og legum og svikum eins og við sáum til dæmis bara í Brexit orðræðinni og rússar til dæmis að því við erum búin að tala eins þá þeir eru þetta í stríði og gildin að því við erum líka búin að tala þau innan evrópsku gildi þau eru ógn við hugmyndaheim Vladimir Pútins og svona þann imperialisma sem hann stendur fyrir og Evrópusambandið sem slíkt er þess vegna eitthvað sem að hann myndi ekki sofa illa á nóttunni ef það myndi leysast upp, skulum við segja. Heldurðu að fólk muni ganga á greiða atkvæði eins og valkostur sé á milli Evrópusambandsins og Pútín? Nei, ég held það ekki. En ég held hins vegar og ég veit að bara á hverjum degi eru fjöldamarkar árásir á alls konar innviði og fyrirtæki á á Íslandi sem eru beintengdar Rússlandi og stjórnað þaðan. Og það hefur verið talað það séu tugir manna jafnvel bara í vinnu við það
reyna að hafa áhrif á íslenska umræðu bara þar, sem auðvitað bara absúrt, en svona lýsir því að lýsir þessum nýja heimi sem við erum í. Ég óttast ekki umræðu sem að byggir á einhverjum staðreyndum eða málefnalegum debatt, Ég óttast hins vegar þessa svona þessi svikabrigsl og svona... En ertu ekki að tala það með því að gefa undir fótinn að andstæðingar sínir séu bara rússneski bottar? Að þeir séu að básun út að sem að Pútín vill? Nei, ég þekki fjöldamarga aðila sem eru andstæðingar þess að Ísland gangi í Evrópusambandið og hef gert mitt besta til þess að skilja hvað stendur að baki því, að vera á móti því. Ég skrifaði meðal hans doktorsritgerðina mína það. Hvers vegna, það að segja svona euroskepticisman á Íslandi, og reyndar á hinu Norðurlöndi, ég skrifaði ritgerð hinu Norðurlöndin og Bretland líka. En Má ég spyrja Clemens, af því að þessi spurning var búin til fyrir hann, af því að hann var með svona efasemtur að Íslendingar væru eiginlega hæfir, að Evrópusambandið væri svona þokkalega í lagi, en Ísland væri það ekki. Hvernig heldur það að þessi misseri af Evrópumræðu verði? Það sem ég hef eiginlega mestar áhyggjur af að þegar verður að tala samningsmarkmið Íslands og hvort það eigi að hafa sömu og markmiðin bara voru fyrir 16 árum sem voru til dæmis, það átt að fara eða tíma í það að fá að drepa hvali og það átt að fá undanþágu frá þessum dýraverndarlögum og svo framvegis. Ég veit alveg að Ísland myndi fá mjög góðan samning í sjávarútvegsmálum. Ég bara hefða það er bara alvitað. Ef við fórnum ekki óskinni í hvali? Já, ég held að hvali, við myndum sennilega ekki komast. Hvalveiðar er nú alltaf issue lengur. Það er einmitt, núna er það svona sjálfvættar. Ég bara, þegar ég skoða hvað var verið að leggja áherslu á þarna, þá verði bara einhvern veginn meira og meira ásum. Það er ekki stutt síðan að það var næstum fram í valdarán á Alþingi með þessum málþófi út af aukinni skattleggingu á kvótakóngana og eitt aðalatriði sem viðræðum verður að viðhalda í raun og veru öllu því sem er svona í íslensku samfélagi. Það var viðhalda því að það var komið veg fyrir að erlenda fjárfestingu í sjávarútvegi, það var komið veg fyrir það að hingað getur komið erlend skipaveiða og eitthvað svona. Þannig að þú vildi að opna landhelgina fyrir Evrópusambandinu? Að við höfum séð það á þessu veiðigjaldamáli að kvótakóngarnir eru orðin svo ríkir og valdtengslin eru orðin svo samansúruð að þeir geta gert nánast hvað sem er. Þeir eiga fyrirtækin, ef þú ert forstur ykkur fyrirtæki, þá þorir ekki að sækja vinnu öðru fyrirtæki ef þú tala vel um Evrópusambandið. Ég myndi vilja bara fá hingað erlend útgerðarfyrirtæki, kvótin var leigður út í þeirra og þá var ekkert rifrildi það að skattleggja eins mikið og hægt er. Það hefur verið besta kjarabót fyrir íslenskan almenning ever að losna bara við þetta kerfi sem við með núna, hafa þetta bara á alþjóða grundvelli og eins og Norðmennir með olíuna, þeir taka fullt af skatti. Það er enginn að krefast þess að það verði alnorskt olíu iðnaðar svæði, þannig dettur einhverju það í hug. Akkur ættum við endilega að láta einhverja gaura á Dalvík eiga næst í allan fiskinn, og geta síðan bara tekið Alþingi í raskati. Það var skattleggja það bara. Aldrei að Clemens myndi vinna þjóðaratkvæðagreiðslu að opna landhelgina fyrir Ég held að það sé ekki alveg réttan nálgunin. Eins og ég opnaði þessa umræðu. Ég opnaði þetta í byrjun. Ég held að með því að tala til skynsemi fólks og þeirra staðreyndar allavega í mínum huga að efnahagslega sé þetta það besta skrefið fyrir íslenskan almenning að þá einhvern veginn opni það fyrir einhverja vitræna umræðu. Ok,
sem landliði kvöldið, það er eitt sem ég langar að spyrja sem að tengja þessu þú veist að segja og líka þegar þú veist að segja þetta er svona það sem ég kallaði drulluklassa, þetta er svona à la carte, þar sem allir fá eitthvað og kannski höfum við 3 óskir og við erum passa okkur á því að velja ekki að bjúga og lendi ekki því eins og kalurinn var kannski bjúga á nefið eina bjúgu og svo bjúga á nefið og bjúga á nefinu 3 samningsmarkmið sem að við getum fengið og þetta getur við senkað öllu, þetta náttúrulega ekki aðlúna viðræður, við erum að taka upp allt sem að þarna en miðað við það sem að þið eru að segja, þá hefur við svona möguleika á ykkur að breyta ykkur segjum að 3 atriðum. Hverju væri þau? Ekki Hvalur. Breyta einhverju hverju. Hverju er samningsmarkmið okkar í... Menur hvaða undanþágur þetta var byggt? Já, ég held náttúrulega klárlega að við þurfum að það er náttúrulega kaflarnir sem voru aldrei opnaðir í samningaviðræðum. Sjávarútvegur og landbúnaður. Já. Og við þurfum auðvitað að fá góða samninga þar og þjóðin mun aldrei samþykkja samning sem að felur í sér eitthvað konar afsala á fullveldum, á auðlindum landsins. Við þurfum að hafa yfirráð yfir sjávarútvegsauðlindinni. Klemens var ekki að leggja til, það er svo ég takja það fram að því. Ég var að tala skattlagningu á þá sem að nýta auðlindina. Já, algjörlega, það er það sem að það er bara annar mál. Og fólki líka andum bændur landsins. Já, og svo er það landbúnaðurinn. Ég meina, við höfum séð auðvitað svona ákveðið til lands, eða svona einhverju leiti til lands í því að við erum auðvitað all landið skilgreint innan þessa heimskauta landbúnaðar sem þýðir í rauninni að við getum stutt okkar landbúnað eins og okkur sýnist En mest í stuðningur náttúrulega við grísafyrirtækin og kjúklingafyrirtækin sem að fara að saminast núna því að nú gildi ekki samfélagslög. Sem vafi hvort eigi að kalla landbúnað yfir höfuð. Þannig að það er auðvitað rétt. En ég minna það er auðvitað landbúnaður á Íslandi sem að er stórmerkilegur og sem að er bara menningarlegt fyrirbæri sem að Evrópusambandið myndi stolt koma að því að styðja við baki á. Hvað hefur að byggja eins og sauðfjárræktin og annars. Hvað hefur að byggja Ég held að við ættum að leggja líka áherslu á byggðamál og innviða uppbyggingu. Við búum í mjög stóru, harðbýlu, erfiðu fámennulandi, dreifbýlu, þar sem allir búa meira og minna reyndar á einum bletti á landinu en við viljum halda því öll í byggð. Við höfum að leggja áherslu á það að Evrópusambandið myndi koma öflugt inn í það að styðja við bakið á okkur í innviða uppbyggingu og í samgöngumálum og öðru slíku. Þannig að ég held að það verður fólk sér sem hefur ferðast svona dreifari byggðir eins og Hálöndun í Skotlandi og Eyjarnar. Það eru allar brýr og allir vegir merktir Evrópusambandinu. Og undirgöng. Þetta eru 3 óskir, er það ekki? Sjávarútvegur, landbúnaður og innviða. Þú varst ekki með sérstakar óskir í landbúnaðinum, Af því að þú varst fullviss það að landbúnaðarstefna Evrópusambandsins færi vel með íslenska landbúnað. Jú, reyndar, já, það er rétt. Jú, hann var að segja að það verður að nota, það verður að skilgreina af því það sem heimskautaríki og síðan augljóslega styrkja það sem fyrir við farum ekki alltaf að rekta eitthvað sem að en svo náttúrulega reyndar það er kannski ekki ósk en þú veist það eru þetta komin ný breyta og þú nefndir hana áðan sem hefur aldrei áður verið í umræðunni þegar kemur að Evrópumálum hjá okkur og það eru öryggismálin sem var reyndar mjög stór breyta þegar austantjaldslöndinni við mögum kallaða það gengu inn á sínu tíma. Það var til að tryggja öryggi sitt. Auðvitað líka með NATO-aðild en þau sáu líka aukið öryggi því að vera aðili að Evrópusambandinu. Og Evrópusambandið er auðvitað, eins og við sáum svo vel í ICER-deilunni, að þá er það stendur það vörðum hagsmuni aðildarríkja sinna og stendur að baki þeim þegar þau eigi deilum á alþjóðlegum vettvangi. Og við myndum þá auðvitað vera að tryggja okkur öflugan bakhjarl þegar kemur að deilum við umhverfið. 3 óskir, það er komna kannski fram. Já, og ég vil fá evruna líka. Eins og ég nefndi. Evruna á veist að koma sjálfur sér. Já, við verðum að taka. Já, ég segi það. Að ná efnahagslífi Íslands í jafnvægi. Já. Ég meina, sáu þess að grein eftir Lilju Dögg hvað Evrópusvæðið, hvað væri lítil á Evrusvæðinu, lítill hagvöxtur og mikið atvinnuleysi og bla bla bla. Ég meina, þú veist, það var meiri hagvöxtur á Möltu heldur en á Íslandi, eða meiri hagvöxtur á Spáni í fyrra eða núna. Írlandi. Það er bara fullt, ég meina, Íslandi er bara, þetta er bara þvæla, þú veist, þótt að sé slæmt ástand í sömu löndum,
þá segir það ekkert Evrópusambandið. Ég held að sko, að þú veist, það landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn sem hlýtur alltaf að vera lykil fókusinn. Þannig að ef við náum ekki góðum samningu þar, þá einhvern veginn þetta ekki að ganga. Nei, en það alltaf líkur, við erum alltaf sammála það er alltaf líkur að við getum og það er ekki rökrétt að fara að tala einhverja ákveðnar aðgerðir. Það er bara atriði sem að myndi liggja til grundvallar þegar við myndum kjósa samning. Já, þetta er auðvitað líka langtímamál. Þetta er líka langtímamál. Núna erum við bara að tala að kjósa hvort við ætlum að fara í aðildarviðræður og það er alltaf verið að blanda þessu saman að koma okkur inn samþykkir ekki að fara í aðildarviðræður nema að meina eitthvað með því, sko. Nei, en ég meina þjóðin á að fara að ráða því hvort við förum í aðildarviðræður ekki og þess vegna þessar umræður að fara í gang. Það er enginn að fara að lauma neinum bakdyramegin eins og umræðan hefur verið og svolítið fyndin fyrirgefið mér það. Hvernig er trúlofin að fara í samningaviðræður? Að þú ferð ekki í samningaviðræður nema allavega sjá fyrir þér að geta farið þar inn. Að geta það, já. En við erum ekkert að fara í... Meira sem heitustu Evrópu sem eru með... Já, þú trúlega þú þarft ekki að gifta sig. Við þurfum auðvitað alþingiskosningar í millitíðinni vegna þess að við þurfum að breyta stjórnarskrána til að geta gengið í Evrópusambandið. Herðu, eigum við ekki að hittast bara aftur og halda áfram að tala um Evrópu? Það er margt sem að líka í sambandi við hvaða gagn var af Evrópusambandinu. Þú varst að nefna þannig að fjórfrelsi svo kallað. Það var náttúrulega gríðarlegur straumur vinnuafls sem var úr austrinu í vestusins og má alveg halda því fram að hafi haldið aftur og brotið niður verkalýðsbaráttu í vestrinu og lækkað laun, haldið aftur á launum. Það má líta svo á að austrið hafi að sömu leyti verið eins og nýlendur fyrir Evrópusambandi og fleira, það má skoða hvaða árið þetta hafi verið. Það má líka skoða þetta með tillitið þess hvað hefur verið að gerast hérna á Íslandi. Það hefur verið mikil innflutningu vinnu það sem er haldið aftur af launahækkunum hjá til dæmis í meðlunum. En verkalýðsfélögin hafa nú alveg staðið í... Við erum með óvenju sterka verkalýðsfélögu sem er ekki í mörgum af Evrópulöndunum. Erlendir starfsmenn hefði ekki byggt upp efnahagslífið. Já, þetta er þegar orðið. Þetta kemur umræðinum inngöngu í Evrópusambandið ekkert við. Við ættum kannski að tryggja það að okkar vinnumarkaður myndi ekki laskast eins og hann hefur gert við í Evrópu með veikum verkalýðshreyfingum. Það er engin ástæða til að óttast það. Það bara kemur Evrópusambandinu ekkert við. Það er bara okkar eigið mál. Það er öll besta löggjöf. Ég meina, þegar Haraldur Grönlund var hérna í ASÍ, það var, þú veist, verkalýðshreyfingin hefur bara eiginlega þagað síðan að hann lést því miður. En á sínum tíma var bara eiginlega vita mál að það þetta er að koma, þessi löggjöf er að koma frá Evrópu sem er að hjálpa íslensku verkamönnum. Herðu, en við ætlum að halda áfram að tala um Evrópusambandið. Það var eitt trix sem er gott að hafa, það var að hætta tímalega, svo að maður þarf ekki að kvíða fyrir því næstur að verður umræður um Evrópusambandið. Hætt eftir önnur 16 ár. Verður þetta 15 þáttar sería hjá okkur? Við verðum að tala um Evrópusambandið núna, allir verði ekki kosið svona næsta haust. Ég myndi halda það. Það er ómögulegt að segja. Mér finnst það ólíklegt að verði reynt að kjósa með sveitarstjórnarkosningunum. Ég held að það bara megi ekki. Það er ég held að það er heimildar ákvæði að halda þjóðaratkvæðagreiðslu með alþingiskosningum og forsetakosningum en ekki með sveitarstjórnarkosningum. Þannig að það verður að gefa rými fyrir það, þannig að það verður í fyrsta lagi hægt að kjósa haustið 2026. Það er nóg að hlakka til. Ég held að það sé mjög bjartsýnt, en ok. 27. Eða vorið, 2026. Það hefur kosið hérna í sveitarstjórnir. Það er bara í mars. Það er bara rétt áður. Við sjáum til. Herðu, tværa þakki fyrir að koma hingað. Clemens, Dóra og Magnús. En við ætlum að sitja hérna áfram, við ætlum að eiginlega ekki sitja hérna áfram, við ætlum að fara niður í bæ. Það voru mótmæli í dag og María Lilja tók mótmælendur tali. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn
Reykjanesbæjar. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Sama hversu langt ganga og það bara gerist ekkert hérna, heyrist ekkert frá okkar stjórnvöldum. Það kom einhvers konar svona ákall eða tilkynning frá ráðherrum nokkurra landa sameiginlega í gær. Ertu sátt við þá orðræðu sem þar fór fram? Þetta var svona fordæming á Hamas að miklu leyti eins og auðvitað líka á svelti. Nei, ég ekki sátt við hana. Mér finnst hún bara að vera til slá reiki í augun á okkur til þess að kannski þakka aðeins niður í okkur ef eitthvað Það er bara algjör tónbjörn á þessu stigi málsins. Takk. Þrándur heiti ég, Þórar Reynsson. Hvar rauða línan? Já, það er búið að stíga yfir hana náttúrulega bara fyrir löngu síðan, sko. Ég veit ekki, það bara örugglega fyrir mína tíð, sko, hérna. Það ekki verið bara hérna 48 í Nakba. Byrjað þar. Og þú ert einn af þeim sem að mætir mjög reglulega á mótmæli. Þú stendur hér með fólkinu í þjóðarmorðinu, en hvað hérna, finnst þér að það sé verið að hlusta? Nei, það er ekkert verið að hlusta, en maður bara mætir samt, sko. Nei, ég veit það ekki. Hvort að hérna, víst að eins og bara slétt saman þetta, sko. Það verður ekki að vera, sko. Þú hefur verið mjög duglegur að svona nota myndlistina í svona, pólitískum tilgangi og hefur málað málverk af þessari ríkisstjórn meðal annars. Finnst þér að listafólk gæti lagt meira til? Já, mér finnst það nú, sko. Hérna, maður bara, veit það ekki, maður getur svona litið á alltaf eins og bara kynnslu á fordræmina á Víetnamstríðu og eitthvað svona, ég meina það var, maður gæti ekkert verið eitthvað skapandi í listum á þess að vera bara, taka þátt og vera að andmæla stríðina þar, sko. Það er svona, ég vildi að væri þannig í dag líka, sko, þetta væri bara normið, Finnst þér, það er svona áberandi vöntun kannski á yngra fólki hér í dag og svona síðustu mótmæli. Heldur það sé eitthvað sérstök ástæða fyrir því? Ég bara skal ekki segja, ég veit allavega svona ellendis, þá er unga fólkið opaslega virt, sko. Ég bara kann ekki skýringu á því, kann ekki segja frá því hvað veldur hér, sko. En þú skorir á ungt fólk að mæta þetta? Já, alveg hygglust, já, komið og mætið, það er bara, það þurfa fleiri, sko, það er bara, við erum ekki nóg mörg, sko, það er bara, þurfa allir að koma, það er eina leiðin. Og þetta er eitthvað sem snertir okkur öll, eða ekki? Jú, ég hefði haldið það, ég meina, ég held að við getum ekki þort á þetta í símanum okkar á þess að snerta okkur, sko, ég bara gerir ráð fyrir því. Takk hérlega fyrir. Já, takk sem leiðis. Kannski að byrja á að fá fullt nafn. Sunneva María Sveinbjörnsdóttir. Hér var spurt hvar rauða línan. Hún hefur verið dregin hér fyrir framan en finnst þér ekki vera löngu komið fram yfir hana? Jú, ég vil nú eiginlega svona segja það að rauða línan hafi verið farið yfir hana fyrir 70+ árum, sko. Þannig að,
löngu búið að, þú veist, gera nógu mikið til þess að draga rauðu línuna en Ísrael og þeir sem að styðja hana halda bara áfram að fara yfir hana og þú veist, er bara alveg sama og er eiginlega bara að rósa sjálfum sér fyrir að brjóta svona illa á mannréttindum fólks. Það var ágætis mæting hérna í dag. Heldurðu að það verði hlustað núna? Eins mikið ég vil segja já, það kemur ekkert óvart ef að þið myndi ekki eins og svara en maður vill náttúrulega aldrei gefa upp vonina, þú veist, maður vill alltaf að það sé eitthvað gerst, þú veist, að því eins og maður segir, þú veist, fólk er að segja að við erum Ísland, við erum svo lítið land, en þú veist, það þarf bara eitt land í viðbót til þess að segja nei, til að standa upp fyrir, þú veist, það skiptir ekki máli hvort það sé pingulítið land eða risastórt land, það skiptir ekki máli. Það er bara fordæmið sem er mikilvægt. Alveg 100%. Við viðurkenndum Palestínu sem frjálst ríki hérna 2015 minnum mig, en finnst þér við hafa verið að standa við skuldbindingar svona gagnvart einmitt því? Nei, alls ekki. Það er bara ekkert frjálst við það að vera fastur við ákveðin landshluta og vera, bara sveltur í hel og þetta er heldur ekkert nýtt að vera sveltur og vera skotið niður. Þetta er búið að vera, eins og segi, vandamál í 70+ ár. Þú fylgist grannt með fólkinu á Gaza, ertu í sambandi við einhverja einstaklinga þar? Já, ég fylgist með rosalega mikið á samfélagsmiðlum, ég er ekkert persónulega beint í einhverju sambandi, þú veist, svona persónulegum tengslum en ég reyni alltaf að hjálpa því sem ég get og deila því sem ég get og þú veist, eins og ég segi, þú veist, eins og margir segja, eins og ég segi, hvað eigum við að gera Íslendingar en þú veist, eins og maður heyrir oft, margt smátt gerir eitt stórt og það geta allir gert eitthvað, saman hvort það sé að þú veist, hjálpa fjárhagslega, mæta á svona staði, þú veist, deila, þú veist, það er svo margt sem hægt að gera, þú veist, bara einn einstaklingur á einhverju lítilli eyju út í raskati. Takk hérlega fyrir þetta. Takk. Sigrún Jónsson. Sigrún, af hverju eru þið hérna í dag? Við erum bara að mótmæla þessum hrylling sem á sér stað ennþá næstu 2 árum seinna á Gaza og við biðjum að landamærin verði opnuð og matur og annað fái að flæða inn sem við erum búin að bíða í allt of marga mánuði. Sumir segja að við erum svo lítið land, við getum ekki gert neitt. Hvað segirum við svoleiðis fólk? Það er bara kjaftæði. Við höfum okkar rödd og hún er stærri en við höldum. Við höfum alveg fullt að segja og við eigum að nýta röddin okkar. Og svona líka kannski, hvað viljum við kenna börnunum okkar? Þetta er svolítið snýst það, ég sé að þú ert með barnið þitt hér í dag. Nákvæmlega, og í rauninni bara sem móðir og ég held að flestir tengi við það að sjá þessi börn á Gaza, maður einhvern veginn sér bara sitt eigið barn í þessum aðstæðum og það er þyngra en tárum taki að fylgjast með þessum hrylling og ég í rauninni er bara þetta brýtur í manni hjartað dag eftir dag að fylgjast með þessu og ekkert sé gert. Það kom yfirlýsing frá íslensku stjórnvöldum í samvinnu við fleiri stjórnvöld í heiminum í gær þar sem að það voru fordæmingar á aðstæðum sveltinu en líka gagnvart Hamas. Finnst þér það vera tímabært akkurat núna? Nei, það er ekkert sem réttlætir þetta. Það er bara ekki neitt og það er ekki hægt að fela sig endalaust á bak við Hamas. Ég meina, auðvitað var þetta ekkert sem gerðist þarna í október 2023. Ég meina, það er alveg ekki kannski til fyrirmyndar en ég meina, maður skilur samt alveg angistina og reiðina þegar þetta eru 75 ár sem er bara búið að brjóta á þessu fólki í Palestínu og maður skilur reiðina og að svona samtök ég er ekki að afsaka Hamas samtökin alls ekki en maður skilur það samt að vissu leyti að svona samtök verði til þegar þetta er búið að vera í gangi 75 ár. Hvað segirðu? Okkur er það hérna. Það er allir að taka saman. Það er að taka saman. En vilt þú segja við okkur kannski frjáls Palestína? Geymið það þangað til seinna. Takk. Rúnar Guðbrandsson. Rúnar, hvers vegna stendur þú hér í dag? Nú bara mér ofbýður svo ofboðslega þetta aðgerðarleysi og þessi doði og dauð og ég meina ástandið er náttúrulega bara orðið beyond, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt, þessi stjórnvöld þarf ekki að taka við sér og standa í lappirnar og ég meina það verður eitthvað að fara að gerast, stöðvaðan djöfulsins viðbjóð.
Hvað getum við gert, svona lítið land? Þannig að við hægt að byrja að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael og það hægt að krefjast þess að bara þeim verið hent út úr Sameinuðu þjóðunum og það bara drepa í þess eins og sígarettu. Þetta bara viðbjóður. Heldurðu að það sé verið að hlusta á okkur hér inni? Ég ætla rétt að vona það. Ég hef ekki orðið var við neitt lífsmarkaðan inni en við höldum bara áfram þannig að við náum eyrum þeirra. Sko. Gefust ekki upp? Nei. Kannski fá þitt nafn? Ólafur Ólafsson, myndlistarmaður. Ólafur, hvar er rauða línan? Góð spurning, hvar er hún? Náttúrulega bara hún hefur ekki verið virt og löngu farið yfir hana en það er ein rauð lína þarna, tákrænt fyrir framan ráðuneytið. Þau þurfa að gera upp hug sinn þegar þau koma úr vinnunni ef þau hætta sér út úr húsi, hvort þau stígi yfir hana eða hvorum meginn haldi sig. Sumir myndi segja að þetta væri bara skrílslæti og óþarfa vesen, við gætum ekki gert neitt, við erum svo lítið land og eigum kannski bara að hugsa fólkið hér heima. Hvað segirðu við fólk sem heldur slíku fram? Þetta nú voðalega lítil pláneta sem við eigum heima og við erum öll saman í húsfélaginu held ég og þurfum að standa saman og við náttúrulega bara við höfum skuldbindingar við sem land við önnur lönd og sem það skiptir ekkert máli hvort þú sért eitthvað lítið land eða stórt land, þegar þú ert landa þá ertu bara á þeim skala og þarft að fara eftir reglum og við erum náttúrulega bara eitt af fyrstu löndunum sem að viðurkenndi sjálfstæði Palestínu og það fylgir því ábyrgð og það er bara fáránlegt og ásættanlegt og ófyrirgefanlegt að standa ekki við þær skuldbindingar og ljósmyndir fínar og faðmlög og þetta er bara algjörlega óboðlegt. Þú ætlar að halda áfram að mótmæla? Já, við erum nokkur sem erum að reyna líka núna að fá verkalýðsfélögin af stað af því að eins og þú sagðir áðan að skrílslæti og annað almenningur kannski finnst ekki vera að kalla það á sig og finnst þau ekki alveg kannski almennt séð einhvern veginn passa í þessi mótmæli en það þarf bara að hjálpa fólki við brúna og verkalýðsfélögin bara verða að láta taka til sín og þau eru náttúrulega stofnuð á þessum forsendum að standa saman á alþjóða vettvangi og verkalýðsfélag er ekki einhver íslensku uppfinning og það er alþjóðar apparöt og erlendis er miklu meira það að verkalýðsfélag taki þátt í að skipuleggja svona fundi, sérstaklega í Suður-Evrópu, Norðurlöndin kannski ekkert mikið en ég er búinn að senda post á verkalýðsfélögin ASÍ, Eflingu, BSRB, BHM og fleiri svo Rauði krossin segist ekki mig að gera neitt. Það er náttúrulega búið að brjóta á þeim allt sem hættir að brjóta á þeim og til hvers segja að þau verið að fara eftir einhverjum reglum sem er ekki lengur hafa ekkert gildi og En hafa verkalýðsfélögin eitthvað brugðist við? Þau eru aðeins að bregðast við, já. Og þau eru náttúrulega eitthvað í sumarfríi en ég sagði bara notið bara netið og hringið, skiptir ekki máli hvar þið eru, Starvíkur, Fossið eitthvað, þið getur tekið samtalið og við erum að fylgja því eftir Ísland-Palestína og við erum bara í rauninni að fara að velja dag eða dagsetningar og bjóða þeim hvenær ætlið að koma að þessu og ég trúi ekki að það bara gerist landvernd og fleiri öll þessi barnahjálp líka er til og það þurfa öll félög sem að hafa eitthvað eða ekkert með þetta að gera, það hafa allir eitthvað með þetta að gera, það er saman hvað þú ert að gera, það er verið að brjóta á öllum. Já, þetta snertir okkur öll. Já, og ég veit að almenningur vill koma saman og þau bara finnst þau ekki endilega að passa inn í þetta og það bara gera annars konar mótmæli sem að allir mæta á, við þurfum að fylla Arnarhól eða ég held að Arnarhól eða fyrir framan Alþingishúsið, bara að fá risafund. Takk hérlega fyrir þetta. Og má ég kannski fá nafn hjá þér? Ólafur Snævar. Ólafur, hvers vegna komstu hér í dag? Það er góð spurning. Mér er náttúrulega ekki sama hvernig stjórnvöld á Gaza er að meðhöndla eða fara með börnin, þau svelta og þannig bara maður verður að sýna stuðning í verki og koma hingað og mótmæla. Já, þetta er svona það sem að gengur yfir
barn, gengur yfir okkar allra börn, það ekki? Ekki sagt börnin og Gaza eru okkar börn? Jú, eins og áðan þegar við vorum að hrópa og kalla, þá þannig hugsaði ég, þannig þá fann ég svo til mikillar samkenndar, þannig það má segja, og ég og samkenndin mín sem saman að mótmæla. Það er mjög fallegt, takk hérlega fyrir þetta. Það var ekkert. Vala Sigþrúður Jónsdóttir. Vala, hvar er rauða línan? Það var farið yfir rauðu línuna fyrir mörgum mánuðum og ári síðan. Það er bara löngu búið að fara yfir rauðu línuna. Einhver myndi segja að við erum svo lítið land, við getum ekkert gert í svona alþjóðlegu samhengi. Við ættum bara að hugsa aðeins betur okkur sjálf. Hvað segir við fólk sem heldur svona fram? Það ætti að gera okkur miklu duglegri hvað við erum lítil. Það er svo auðvelt fyrir okkur að vera hugrökk og að taka afstöðu, en með því að heilt land taki afstöðu, það getur haft svo miklar afleiðingar. Það getur gert önnur lönd hugrökk. Það við séum smá, það ætti að hvetja okkur áfram en ekki letja okkur. Heldurðu að það sé verið að hlusta á mótmælendur hérna í dag? Já, það heyrist í okkur og ég vissum að það er verið að hlusta. Þannig að þið ætla að halda áfram? Við höldum áfram. Við hættum aldrei. Frábært, takk hérlega fyrir. Takk fyrir.